Já sko, það þannig veisla í dag að það mætti halda að vera afmælis, jóla eða páskaþáttur. Hvað erum við að tala um? Við erum að tala um sérstakann svona Eurovision hvítasunnu helgi, station helgi pakka frá FM 95 blöð. Og já, Vöðum Blöndal heiti ég og ég beint á móti mér sitja 2 mjúkir og 1 harður. Við erum 4 í stúdíón eins og Það eins og alltaf, Egill Einarsson, sætlitu. Sætlitu. Hvernig ertu? Ég bara svo nýr. Ekki verið betri aldrei. Aldrei? Nei, ég held ekki. Gott að heyra. Og svo það Steindi Junior sem situr á sínu stað. Akkurat. Hvernig ert þú? Ég frá Vondi góður. Já. Bara villandi vitn alltaf. Tilbúin í það? Alveg klár. Ég mjög klár. Svo annar mjúkur hérna í stúdíunum líka og hann heitir Sveppi Krull. Hæ. Vertu velkominn. Já, þakka þér fyrir. Og hvernig ert þú þennan föstudaginn? Það svo gott að hafa Sveppa hérna. Ríkalega fín nærvera maður. Tilbúin í þetta? Já, ég meina, þetta bara svona. Þetta svona. Og já, við erum með eins og ég segi, það engin smá veisla í dag. Við erum búin að gleyma því að við komumst ekki áfram Eurovision í gær. Já, svona þú veist. Já. Maður svona, maður pælir í því. Já, ég verð að viðurkenna það að það var leiðilegur en ég hélt að sjá Ísland ekki koma að þau upp á hattinu. Þetta bitnar náttúrulega mest á partíunum á laugardag. Já, ég held nefnilega ekki. Ekki? Nei, ég held að bitna ekki neitt á þeim. Fyrir þá sem voru búin að plana gott partí? Já, sem að vera hell lýs, Það enginn hugsa að Ísland fyrir ekki áfram, ég ekki hell lýs. Nei, svo líka bara hægt að pæli því bara hverjum ekki drullu saman. Þú velur bara þú velur þitt land og peppar það. Ég ætla að peppa hana fárlega sexy Svíja, það sér að gera. Og einasta skipti sem hann fær 12 punkta og ætla að trompast. Það bara hannig. Er það staupjabell eða? Nei, samt var enda hann var að rústa þessu og ég tek staup ykkur den skipti sem að það 12 punkta það enda í ofurölu sko. Það er ekki snöggt kannski þriðja hvert skipti sem að þessi fárlega myndarlega gæi fær 12 punkta staup. En það er alveg rétt hjá Gilsanum og það alveg hægt að halda Eurovision. Þriðja hvert skipti og svo alltaf í 5. hvert skipti þegar slóin ég fær 60 þá ætla ég að fóra að klósa mig. Þessi gæi alveg fárlega myndarlega. Já, mér finnst það svona meira skrítið hvað hann finnst það sexy. Hann talar ekki manna. Þetta er að skrítið, hefur þið séð hana? Já, hann er bara myndalögur maður. Sína sveppan. Serðu hann að gæi hérna? Wow. Já, það er mitt. Wow. Hann er róðin á bringunum. Þetta er reyndar, hann má eiga það. Ég myndi ekki sparka honum úr rúminu mínu nema þá til að vasast í honum á gólfinu Við erum með veislu handekkur í dag, kæru hlustendur. Það er svona nettur, afmælisfílingur í okkur því að það er að koma gamlir og góði félagar í þáttinn. Það er Brjálbreki verið á línunni. Jáhá. Við höfum ekki heyrt í honum lengi. Hann er búin að búa erlendis held ég. Hann fór erlendis í nokkra mánuði. Það var komin tími á hann. Þannig við heyrum með honum í dag. Við ætlum að heyra í okkar manni beint frá Vín, Eurovision Hjöppi. Við náttúrulega hefur alltaf verið álega, þá sendum við Hjörvar Hafleðarsson út og að hitta hópinn og svona. Sem svona sérlegur ráðgjafi FN 95 blöð. Já, ég heyri honum eftir og hann sagðist vera með eitthvað rosalega slúður handa mér. Talandi slúður, þú ert með Íslands slúður. Brakandi fest í dag. Brakandi fest, búin að fá mikið af tölvupóstum sendan og bara, það var erfitt að velja úr þetta. Menn að skýta það? Já, því miður, það er bara þeir svo þekktir Íslendingar eru með allt lóðrétt niður. Og það tengist líka hans Eurovision, ekki? Jú, það er aðeins komið inn á það. Sturla staðnendur að sína þetta, Pétur Jón Sigfússon ætlar að henda í graðamannin fyrir okkur. Og já, við erum búin að taka hann upp fyrir í dag og það tók ekki upp einn heldur 2. Það lýst mér vel á. Það var orðin minn uppáhaldskarakter á miðvikudaginn, graðimaðurinn. Skalvan alveg í röddina þetta í dag? Já, hann verður graðið við skrýtna hluti og ekki missa honum hér á eftir. Talandi Pétur Jón Sigfússon og þá verður, okkar maður Gunnþór á línun líka. Já. Hann var ósáttur og liti sér heyra. Já. Þannig að Gunnþór, Brjálbreki og svo er líka í fyrsta sinn í langa tíma Splunkunýr hitakliði. Nei, hver? Það er fyrir ekki Dór. Sjálfsög. Leikstjórinn Knái. Já, leikstjórinn Knái. Það verður svolítið farið yfir kannski gærkvöldið. Já, Eurovision. Þannig að eins og fólk heyri, þetta átt að vera svona nettur hvítasunnu helgi og það er svo margir núna að ferðast og fara út á bænum, þannig að við vildum vera með svaðalega bombu og svo er þetta líka svona Eurovision þáttur. Tengir svolítið Eurovision. En ég átt að vera með stuðlag út af því að fólk er að hella í sig og fólk er að óskavast og veit ekki Réttur penn sem vill ekki stuðlag 3 á móti 1 þá dögt. En skoðum það, ef það er pláss fyrir það, Egill. Akkur svona jákvæður þetta? Það er bara nei, þú stjórnast þú ert með græðunar. Hann er alltaf að fara að mjaka því út. Hefur þið heyrt hana viðbjörn? DJ Alligator, Mosquitoes og Balloons. Nei, heyrðu, síðast þegar ég var hérna þá var stuðlag sem að var helviti gott. Kill the Mosquito eða? Nei, það var eitthvað annað. Það var að spyrja alltaf einhverja spurningu. Já, is it a fish? Is it a fish, já. Já, hendi það. Hlustum á það bara eftir. Það var skúter, is it a fish? Ég væri til að sleppa stuðlæðinu og hlusta á is it a fish bara á eftir. How much is the fish? How much is the fish? Það er geðvitt lag.
Það er geðvægt. En ég meina ef þið viljið taka okkur hitan á Twitter frá fólki sem mun trompast það verður ekki stuðla, þá er mér skýt sama. Já, ok, þú meina að verður svaða hitti. Já, þið fá skýtin ekki ég. En eins og það heyrið, kæru hlustendur, það er veisla framöndan. Ég heiti Raggi. Ég heiti Nanna. Við erum Monsters and Men. Lífsförunautar, þetta eru Monsters and Men, ekki sagt ég á mér, Blöndal. Jú. Æðislega, ég er farin að fíla þessar, ég var að segja ykkur einmitt að meðan lagið er í gangi, ég er farin að fíla þessar hljómsveit alltaf meira og meira. Já, Siggi Sigurðsson spilar alveg hann inni. Já, algjörlega, hann bara átti þetta vídeo alveg. Það er eitthvað aðmann ef maður fílar ekki Sigga Sigurðsson. Já, þá er eitthvað. Já. En við sitjum hérna inn í FM 957 klefanum, sveittir og ógísleir, það er Auðun Blöndal, Egill Gils, Steindi June og Sveppi Krull með okkur. Og það er komið að slúðri hér í FM 95 Blö og ekki Íslands slúður þar og eftir þig á þeir ekki? Jú, það er hárrétt, það er komið að erlendu slúðri. Já, og ég er með svona allt í lægi pakka. Já, ok, þetta er engin veisla sem þú ert að bjóða upp á. Nei, þetta er svona ágætt, ég ákvað að taka hérna úr Kardashian fjölskyldinni fyrir ykkur. Það er mjög gott. Ég veit að Egill og Steindi eru ánægðir með það. Já, Steindi Senior. Já, Steindi Senior, náttúrulega pabbiðinn. En Kendall Jenner, sem er orðin svona eiginlega heitasta Kardashian systirinn, eða verða eins og frægasta, hún er módel og er út allt og er komið 26 miljón manns á Instagram og eitthvað svona. Hún var eiginlega að eins og stendur, ég veit ekki, ég ætla að spyrja bara ykkar álit. Það stendur hérna hún hafi verið að svíkja bróður sinn. Því að bróður hennar Rob Kardashian sem er núna í dag bara svona hafi borðað hinn bróður sinn, en hérna hann er mjög stór kallinn og er eitthvað þunglítur. Eitthvað feit að hlusa það? Nei, bara búin að feitna hérna, og Kendall sem sagt hún er samt, hversu mikið hann búin að feitna? Nei, ekki hún, hann, Rob. Hann er búin að henda á sig einhvern. Hann er akfeitur kallinn ekki? Já, hann er búin að bæta hans á sig. En hérna, Kendall Jenner, og hún var í Cannes eins og alla stjórnunar. Og sko, Rob Kardashian var með Rita Ora hérna söngkonu, sætu, ljósætu. Þau voru vist par og Rita Ora hélt fram hjá honum og þau hættu saman og hann hefur ekki talað hana síðan og hattar hana. En nú eru myndir af Kendall Jenner og Rita Ora saman í Cannes að jamma og skemmta sér og menn vilja meina nú verði bróðurinn að brjálaður. Hann sé svolítið að svíkja hann. Ok. Já, því að hún fór illa með hann. Hvað segir þetta, drengir? Ég veit nú ekki hversu mikið þetta segja með þetta, mér bara... Þannig að þið basically þú ert að segja mér að þið sé sama eða? Já sko, svona nett, já. Erðu þú brjálaður ef að sýsti þín var að jamma með einhverju sem að stelpur sem að frýtla með þig? Haldið framhjáður og eitthvað svona? Nei. Ég er ekkert sko... Myndir þið segja bara skemmt þig ykkur bara? Þau eru í Cannes. Ég er bara svona gaur sem hoppa bara í svona 10-15 sekundar fílur sko. Ég er ekkert í fílu lengi sko. Þú ert ekki að stoppa lengur? Nei. Og svo velti maður því fyrir sig sko, hvað af þessu satt og nákvæmlega rétt. Ég er með myndbæðin með það. Það eru voru að jamma saman, skemmta sér. Já sko, minna það er náttúrulega tæknir í dag. Það er þetta Photoshop og svona mynd. Nei, þetta er ekkert Photoshopað. Nei. Er þetta ekki bara lífið, stundum er það upp og stundum er það niður? Þetta er bara svo að vera í liftu, skilur. Þetta er visku perla dagsins er komin. Alltaf þægilegt að fá einn í stúdíu hérna sem er að verða 60 en þannig þetta er bara lífið. Hókinarreynslu, þetta er bara lífið, það er rétt hjá ykkur. En svo er annað sem ég átti eftir að spyrja ykkur líka út í. Rob Kardashian, hann hatar Kim Kardashian í dag og talar illa hann og segir að hún sé búin að eyðileggja líf sitt með að því að hún gerir allt fyrir athygli. Hún myndi selja sálu sína og hann er hættur í þáttunum og allt þetta sko. Hann eiginlega kennir henni að hann sé þunglindur sem er leiðilegt. Maður verður að finna sökudólk. Þetta er svaka drama maður. Já, það er drama í fjölskyldunni. Þetta fylgir átt velgengni, þá verða leiðindi maður. Velgengni og óvinni, það er bara hann. Svo er það hérna í lokin það slúður sem að mér fannst svona áhugavert og ákvað að taka með, en það er hann Noel Gallagher úr Oasis. Hann var í viðtalauðunum þar sem hann sagði að aldrei að segja aldrei, þeir hafa nú sagt að þeir myndi aldrei koma aftur saman, en núna verðist vera eitthvað svona smá glufa fyrir því og viðurkennir að hann er búin að vera edrú núna í hvað stendur, í einhvern góðan tíma. I'm all dried up, sagði hann, en sagði svo í viðtalinu hann hafi samið öll sín bestu lög blindfullur og út og dópaður. Og við sagði í gríni þannig ef við hefum að hendi einhvern nýjan alvöru slagara þá þyrfti ég að falla sessandi. Menn þarf að leggja á sig ef að hendi gott lag. En þetta er maður sem heilt frá fleiri rockurum eins og mikið Já, og maður náttúrulega bara á að hvetja ungt fólk. Nei, Sverrir. Ég hef nú alltaf verið allskáður þegar ég er að semja mína hittara. Það er kannski útskýrið margt. Það er því að þú bara fæðist út úr dópa.
Þú bara dópar. Hann svo steinríkur. Hann bara fekk svo mikið í æsku einhvern veginn. Hann þarf aldrei meir. En þú hefur samt sko frábær lög sem átt, Egill. En það ekki Stop It Go? Þú ekki bara öskrinn á það? Þú hefur ekki samið þetta? Teimi. Já, en hefur svona öllegan í slettu? Hefur þú samið eitthvað sem sjálfur? Já, við hittumst félagarnir og förum yfir þetta. Já, ok. Þú hendi bít á svona? Blá edru. Ég þarf ekki að vera dæli með einhverju drasli. Nei. Það rosa gott. Það gott að vita að þetta sé hægt. Já, ég held að það sé best að vera Steindi, þú ert ekki búin að dæla en þú gerir þín lög við það. Já, sko, það er best að vera annarkoð þeldi nývaknaður eða mjög þreyttur eða kannski búið með nokkra þegar þú ert svona að brainstorma. Ég veit að fólk ennþá að spyrja sig allt land og hvernig ástandi varst þið þú sendið Jammy kvöld? Nú það náttúrulega á parið við Best of Oasis. Já, en svo strákar. Hvar varstu þú samtið það? Herðu, við náttúrulega, það var samið þig. Má ekki gleyma því. Fuck it. Ég var blind fullur í skrifaði handritið á sveppamyndinni. Erum við ekki niðurstaðan bara komin að það er að skrifa blind fullur og svo bara svona edita kannski sóper, svona daginn eftir. Rétt að renni yfir og svona, hvað var ég að gera í gerð maður? Já, þetta er fínt maður. Þetta sleppur. Þetta var slúðupakki dagsins. Ég ætla ekki það er nóg eftir. Það er sko Egill, lostu út með mæli. Við erum að frenda í graðamannin líka. Já, það er svo sem ekkert nýtt að frétta mælu barni, maður hann að senda inn í SMS og hringina miljón og hún ekkur nú ára og hún með leiðindi. Já, ok, ég sá eitt rosalega fína móla með Nicolas Cage líka. Hvað er þetta? Er hann að leika? Þú veist ekki henni sem hvað síðan heitir? TMC. Já, ég var á TMC á hann og nei, fyrir þetta. Þá sá ég þetta móla að Cage var með unnustu sinni í dýragarði úti í LA. Já. Og það var eitthvað það var að vera að þrífa dýrin, henda öpunum út og henda öll út og það voru alls konar svona eins og húsdýr og það voru kanínur og fleira og það voru pönkarar sem það var verið að þrífa og kanina var sett í kassa starfsmæðurinn og það voru pönkarar sem voru eitthvað svona þið veitir hvernig þetta þeir eru mikið Hannakamp og við veitum alveg hvernig þetta og við veitum líka hvernig þetta endar. Nei, þeir voru eitthvað að taka og hann tók upp kanina sem var að vera að þrífa búrið. Nei, þá bara svona grípur hann svona í unnustun og setur hann bara bak við sig og segir bara, hey guys, já, Nicolas Cage, sko. Já, tók konu sína. Og segir, put the bunny back in the box. Nei. FM 957 og Grillhúsið bjóða í alvöru hamborgaraveislu næsta fimmtudag. Farðu inn á heimasíðu FM 957 og skráðu þig. Þar sem þú getur átt möguleika á að vinna þér inn hamborgaraveislu á Grillhúsinu fyrir alltaf 8 manns. Alla miðvikudaga mun Pétur Valmundar hringja í heppinn hlustanda og bjóða í alvöru hamborgaraveislu. FM 957 í samstarfi við Grillhúsið Tryggvagötu og Sprengisandi. Við vitum hvað draumaferðin skiptir miklu máli. Nú safnar þú vildar.icelandair með F+. Farðu inn á mitt Vís til að skrá þig. Vís, þar sem tryggingar snúast fólk. Pepsi Max, Doritos og PlayStation Kina. Sumarið þitt verður frábært. Fallegar sumavörur fyrir allt frá lautarferð að ættarmóti. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA. Dumplings, núðlusúpur, banh mi og bento box. Nam. Nútíma asísk matargerð. Nam nýbílavegi og Bíldsöða. Sumar og sól í Elko. Verslanir Elko eru konar með öll helstu heilsúrin, sporthyrnatólin, GoPro myndavélarnar, selfie-stangir, grillin, drónana, ferðaháttarana og margt fleira. Elko, einfallega lægra verð. Þú far armband fyrir alla dagskrána á Shell bíladögum á Shell-stöðinni Vesturlandsvegi og Shell-stöðinni Akureyri. Skemmtu þér vel og varlega. Shell. 8. til 10. bekkur. DJ Muscleboy, Basic House Effect, Steindi Junior og Bent og margir fleiri á sumargleðinni 2015 í Kaplakrika. Nánar á sumargleði.is. Miðasala í verslanum 10.11. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Cannondale Synapse og þú ferð lengri leiðina heim. Hjólabúðin G&P, Faxapenni. Selfie með Túborg. Nánar upplýsingar á túborg.is. Túborg léttöl. Bara 6 kílómetrar eftir og þá getur þú sest í grasið til að teygja og slaka á. Svo ertu með appið og getur millifært þátttökugjaldið í leiðinni. Við bjóðum góða þjónustu. Á hlaupum. Íslandsbanki. Dirty Burger and Ribs. 12 stig. Dirty Burger and Ribs. Miklubraut
og Austurstræti. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö í boði hamborgarafabrikunar. Viltu bernesósu með frönskonum? Til salsa og korona í þessu sko. Allir í stuði. En smá læmoni. Við erum að spája að fara að henda núna í, fyrri graðamannin. Já. Pétur Jón Sigfússon hitt okkur hér fyrir í dag og tók upp, Gunnþór og graðamannin og fleira og tók þátt í þessari veislu með okkur. Gæti ekki verið með okkur í stúdíónu. Nei. En áður fyrir mig graðamannin þá ætlum ég líka að minna á það að fyrir keilufíkla eins og sjálfa mig. Já. Að þá svaða helgi í keiluhöllinni í Egilshöll. Því að það opið, frá 7, það opið til 1 alla dagana, föstudag, laugardag og sunnudag. Okay. Og 2 fyrir 1 á barnum, fyrir þá sem í því. Já. Fullur keilu ekkert betra. Hressandi. Og rútuferðir klukkan 10, 11, 12 og klukkan 1 niður í bæ. Þannig að fólk vil... Það henda sér í keilu og beinta á austur. Akkurat, 2 fyrir 1 og bara taka keiluna og svo hoppa upp í rútu. Já. Þetta bara minnir á ammali hjá mér. Já, hljóma mjög vel. Ætlum við að gera með leik í dag? Fólk taki myndir og setja á Twitter hvað það er að hlusta. Jú, hendum í það. Við verðum með geggjuvelun. Hvað, getum við ekki bara gefið í keilu og í rútu? Niður í bæ eða eitthvað? Það er náttúrulega frítt í rútuna, sko. Já. En við getum gefið það. Frítt í rútu, þetta keilu. En hendum í, fáum bestu myndina. Við erum búin að fá marga góðar. Svo sem kemur með bestu myndina, hashtagið á Twitter, FM95 Blö, sína hvar þú ert að hlusta á þáttinn, fær frítt í keilu og fær líka partybás á fabrikunni. Það nachos og allur pakkin. Já, ok. Það er nú reyndar svolítið góðu pakki, sko. Þetta er flottu vinningur. Getur hendur á fabrikunni og farið svo í keilu. Mér dætti eitt í hugstrákar, ef við ætlum að vera með svona leiki áfram, að við myndum allir koma með eitthvað eitt að heiman sem við myndum líka hendi í pakkin. Já, gerum það næst. Er það ekki? Já. En það er allavega flott velun í dag. Hendu myndar á Twitter með hashtagið FM95 Blö og sýndu okkur hvað átt að hlusta. En við ætlum að fara núna í, fyrri graðamannin. Þeir eru 2 í dag. Og hlakka svo til að heyra hversu graður hann er í dag. Ég ætla bara að halla mér aftur og slaka á, sko. Þetta er karakter sem Pétur Jóhann samdi hér á miðvikudögum hjá okkur og hann svona æsist við skrýtna hluti og er alltaf að reyna að fá viðmælandan til að segja eitthvað sem að æsir hann meira. Prófum þetta. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég ætla að, varstu að auglýsa eftir fólki í Sauðburð? Já, hann er bara búinn. Er það búið? Já, næstu, það er fátt eftir. Þannig að það vantar ekkert lengur eða? Nei. Og hvenær heldur að byrja aftur? Já, með það? Já. Ekki við næsta ári. Já, þannig að þetta er bara einu svona ári. Já. Þannig að þið vantar ekkert aftur eftir 2 vikur eitthvað svona. Nei. Mér vantar eitthvað svo mikið vinnu, sko. En og ertu með mikið að kindum með það? Já, við erum eitthvað kringu 1000. 1000 kindur? Já. Það er ekkert smá mikið maður. Þannig að, en ég meina, er ekkert annað sem þú getur látið mig gera bara í kringum þetta? Svona, þú veist, ég getur annað að klipta þeim hárið og svona. Já. Það er ekki átt að klippa þeim hárið. Ullina, menna? Já, þú veist, ullina, hárið sem er á kindunum, skilur við. Já, það er ekki gert núna, sko. En ég meina, þarf ekki að gera það við og við, eða? Nei, það er ekki gert inn í, hefur teknað inn á haustin. Ha? Teknar inn á haustin? Já, það var að klipta þeim ullin. Notaði skæri bara í þetta, eða? Nei, það er rafmagnsklippur. Rafmagnsklippur, maður. Og er það bara held grípur og hvað sagði þetta heitir? Hvað? Þegar þú ert að klippa þeim allt hárið. Það er kallað strúningur. Strúningur, maður? Ok. Hvað er það gammal? Hvað eru? Hvað er það gammal? Ég er 22 ára. Já. En hérna... Hefur aldrei komið í sveit, eða? Nei. Aldrei verið í sveit, sko. En þú veist, ert að grípa þá, hvernig heldur í það þá, eða? Halda þeim niðri og strúna þér? Já, ég seti þær og felda niður og svo er það rúnar, sko, felda niður? Vélklippum. Já. Hvernig, er það bara batterís eitthvað svona? Nei, það er svona barki og rafmagnsklippur. Já. Það er það. Og nenni að segja þetta einu svona enn, segja það. Fella það niður. Já, og ríjar kallast. Þetta ríja, ekki þessar helvítis kindur. Já. Nenni að segja einu svona, ég ætla að ríja þessar helvítis kindur. Já. Nenni að segja það við mig. Nei.
Nenni að segja bara, ég ætla að fella hana og ríja þessa helvítiskinn. Nei. Nenni að gera. Herru. Nei, láti ekki svona að segja það af mig. Nei. Herru. En það ekki búið eitthvað dónaskap við þig stundum þessar kindur? Nei. Nenni að segja við hætti að vera með hana djöðust dónaskap hana kindiðin. Nei. Og ég ríja þig. Við heyrðist bara. Og ég ríja þig hana kind. Ok. Nenni að segja það, við mig. Þetta var tekið fyrir í dag og trúið mér að það annar graðmaður, við dötum mér svo mikið gýr eftir þetta að hann tók annan. Þetta þetta mínum uppáhaldskartur. Já, sko, seinni graðmaðurinn sem setna hér á eftir, hann betri. Hann ekki, voðu ykkur missa honum. Eitt af vinsalastu lögum FN 957 fyrir og síðan. Gott lag. Alveg klikað maður. Pittsburgh hemma manni maður. Maður að gefa því hönnu það, hún kann þetta. Þetta að langt besta sem hún samt frá sér. Þetta, þú semur ekkert svona bara einn heima. Nei, enda gerði hún það held ég ekki, sko. Mér finnst það only girl in the world, það upp á hlæðin mitt Mér finnst þetta, heyrðu, ég verð að viðurkenna það. Ég nú ekki rosalega hrifin að þessari tónlist. En þetta 4-5 seconds lag þarna með henni og einhverjum. Kanye West, já. Þetta ekkert fólk sem eitthvað efst á vinsældalistunum með mér. En það finnst mér fínt lag. Glæsilegt, þá skal ég spila það fyrir þér og eftir. Takk. En áður við höldum áfram og förum í Eurovision hjöpa og Gunnþór og hlera. Þá ætlum ég að henda henni stutt kortmyndur frekar. Já. Og það komið að því. Já, þetta eru 3 spurningar. Það líka svolítið gaman að fá feskan mann inn í það. Já, að fá sveppin inn í þetta. Ég sammála. Og ég ætla bara að fara beint í þetta. Já, ætla að byrja að sveppa. Já, þið svarið eða bara allir svona saman, sko. Kortmyndið, drengir, frekar missa 4 putta eða aldrei fara aftur á interneti. Ég myndi henda með 4 puttum. Já, það bara strax, það ekki að hugsa. Nei, veistu það, ég alveg sammála. Af hverju þarf maður 10 fingur? Einmitt. Hvað þarf að gera með öllum 10? Setja upp til Guðs til dæmis. Má ég velja putta? Ég til dæmis nota ekki fingarsetninguna. Ég nota bara svona 3 puttar. Hvaða puttar færu hjá þér, Sveppi? Ég myndi henda báðum litlu puttunum. Það er ekki allir puttar með því litlir? Herru, ekki svona. Hann að reyna að svara þessu alveg. Það segir sér Hobbit og dvergur. Eitthvað Game of Thrones screen og Lord of the Rings. Ég myndi henda mér 2 litlu puttunum. Já, þeir eru óþarfi. Svo ertu 2 viðbúð. Svo myndi ég henda af hægri hendinni myndi ég henda þumli og fokkjuputtunum. Ég myndi vilja halda löngutöng. Bara til að geta gefið. Já, ég alltaf því ég gef fokkmerki þá nota ég vinstri, þannig að. Já, þú meinar? Ég örfendur náttúrulega. Egill, hvort tækir þú internetið eða? Þú ekki mikið svaraði þessu? Internetið, ertu að tala bara að vafrum á netinu, fæ ég samt tölvupóst eða? Nei, bara ekki. Jú, mátt fá tölvupósta. Ok, fæ tölvupósta. Er það dílbreykurinn þegar kemur að? Þá ég fara á Twitter til dæmis? Nei, það er bara að fara á netið, Egill. Hvað skilur ekki? Ég held að vera að tala bara Safari, fara á Vísi eða Nei, ekki Twitter, ekki Facebook, ekki Instagram og Snapchat eða neitt. Það er ekki hægt að vera á netins. Það er ekki hægt, strókars. Maður þyrfti að fórna, ég myndi fórna nánast öllu, Akkur það kom með 2 valmöðleika sem ekki fræðilegir. Það er ekki hægt að Það er erfitt fyrir þig að fyrir ræktina að taka 4 putta. Taka bak og taka hendur og svona. En svo náttúrulega líka ágætis pæling að bara taka þá alla af annari. Og ég taka bara alla puttana. Já, og vera þá bara með krók. Má ég vera á Snapchat? Nei, það er internet, Egill! Það mátt ekki vera á netinu. Það er internet! Herðu, hvað er gæinn sem er með í liðvistum? Hvað er að gera? Hver er að passa upp á þér? Ég ætla að velja 10 fingur og tölvupóstin. Ok, þannig að þú verður ekki lengur á. Ég fíla Egill, hann er svo eini sem að halda puttunum. Ég myndi halda puttunum líka. Hvað hefur maður að gera við það, maður? Þið gætu það ekki. Víst, við gætu það. Næsta spurning, hvort myndi vilja vera svín í húsdýragarðinum í 1 mánuð eða húsfluga í 1 mánuð? Húsfluga lega bara eitthvað 2 daga. Já, en þú verður það í mánuð, fyrirgefðu, hvað ég er heimskur. Keio og sköll og ógið. Já, ég veit svo lítið flugur. Fylgir Keio. Egill, byrja þér. Ok, svín í mánuð í húsdýragarðinum. Ég held að hafa það fínt þarna. Og tökur svíni básnum og flugur. Það er þrönduð. Flugur með svo rosalega á gendaðastölu. Sveppi, þetta er líka breyting fyrir þig. Þetta er basically nennur að hanga í húsdýragarðinum í mánuð. Nei, hörðu, ég ætla að velja flugur. Fluga? Ég ætla að vera, þá getur verið lítil fluga á vegg, eins og heimi á þér. Það getur maður að vera kvöldin. Já, bara sest á vekjarklukkurinn þar. Fylgist með eitthvað djögun og það gera. Þú ert ekki missa miklu. Steindi, hvað tekur þú? Veitu að ég ætla að taka svínið.
Þú tekur svíni? Já, ég var til að liggja þarna bara alveg í stíðin maður og... Ég tek svínið og við verðum saman. Já, við verðum saman, ég og Sveppi. Ég var aldrei til að svíni í útdragarinn, sko. Þá ertu náttúrulega að hitta miklu meira fólkskeldur en að sé bara, séu það gilsfyrir, bara kling, 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 í einhverju rúðu, kling, 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 kling. Veit ekki neitt náttúrulega, sko, og málið það, en að svínin, það er líka, má ekki glemma því að svo mikið krökkum alltaf í húsdýragarðinum sem að lauma í alls konar drasl. Ég sé krakka að gefa svíni saltpillur og annan sem hefur gefið svíni frostpinna. Ég get lánað Nei, ég bara segja að það væri fínt Já, það er náttúrulega aðgallin við að vera húsflög og getur ekki fengið saltpillur og frostpinna Svona twisterpinni, svona langur svona með alls konar litum og það var mjög næs Ég er til að svín Þú heldur við flugurlega Egill? Já, Egill var fluga Ég held ég tekki flugurlega líka, við Egillum sammála þetta Svo er það síðasta, ég byrja á því að Sveppi Steindið Egill í mánuð Hvort myndi ég vilja vera? Ég myndi velja Gilsinningar Það er Gils í mánuð Herðu, byrju, af hverju lætur þú svona? Ég og Steindur eitthvað svo líkir Báður svona aðstæðanlegir og feitur og konurnar okkar eru líkar og svona. Ég er til að prófa bara að vera Gils í mánu bara hversu mikið rugl það er skil Ég verði alveg að vera svona stór og sterkur og alltaf í ræktinni og... Bara hreinskili svar, Egill Steindur að Sveppi í mánu Vá Þeir eru nokkuð svona Þetta er erfiðast fyrir þig kannski Þetta er svipaði félagarnir sko Já Þeir eru báðir með tölvöld mikið magna kviðfittu Já það er, við erum líka bara venlegi menn Já sem eru bara að lifa lífinu hressir og kátir Okkur er Þeir eru báðir mjög hressir Báðir skemmtilegir Ég það svara Egill, því meður Ég veit það maður, þetta er bara sko Mushroom er að fara til Hollywood, þannig ég vel hann Já, líka var að, annars þið fyrir að búa í Mosó sem er hræðið Það var enginn til að vera ég sem sagt í dag Sveppi tekur Egill tekur Sveppa Steindir, þú mátt að vera með samt Ekki spurning að vera Steindi í dag Það er alveg glata greinilega Maður býr í Mosó og maður er lítill og feitur með FN-topp á hliðunum og það er alveg rosa fínt maður Ég er bara móðgæður En ég verð bara að vera sammála og Sveppa og ég myndi vilja vera í því ég vil vita hvert djöfulinn hann er að bralla og með hverjum á kvöldin Hér eftir smástund, brjálbreki og fleira en fyrst örstutarauðlýsingar Hei þú, bræðlugarnir hjá þér hringdu þeir eru farnir á grillhúsið Grillhúsið, þú veist þú vilt það Tax-free af öllum hjólum og hjólaauka-hlutum alla helgina Hagkaup Tryggðu þið miða á uppistandið með Jason Rouse. Actually, I was getting a blowjob the other night. She asked me to warn her when I was gonna come, so I farted. Augrandi og öskrandi fyndið. You guys drink like fucking lunatics. Andrew Dice Clay elskar Jason Rouse og þú munt upplifa af hverju. So I'm fist fucking this nun, right? Háskólabíó, föstudagskvöldi 5. júní. Uppistand með Jason Rouse. This lady's got her hand on her purse like her pepper sprays in it. It doesn't work on me, I'm used to it. Miðasala á miði.is. Gefðu þér tíma. Bólið létt. Doritos. Fyrir á djörfu. Allt fyrir Eurovision í Krónunni. 3 fyrir 2 af First Price sælgæti. Lakrísmixi, nammiblöndu, brjóstsykri og margt fleira. Krónan fyrst og fremst ódýr. Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú boðið stórfjölskyldinu í 2 mánaða ferð til Suðurskautsins á meðan þú slakar á í Karibahafinu. Eurojackpot, förstu dagur til fjár. Selected Kringlunni hefur opnað nýja og glæsilega herrafattaverslun, 20% afsláttur af öllum vörum og frábær opnunartilboð. Sjáumst í nýrri og glæsilegri Selected Kringlunni. Ale House Burger með tignarlegu beikoni og áhyggjulausum frönskum á Fredriksen, Hafnarstræti 5. Engin transfita, náttúruleg hráefni með sólblómaolíu. Marút gerir gott enn betra. Við vitum hvað draumaferðin skiptir miklu máli. Nú safnar þú vildar.icelandair með F+. Farðu inn á mitt Vís til að skrá þig. Vís, þar sem tryggingar snúast fólk. Secret Solstice kynnir í fyrsta sinn á Íslandi. Wu-Tang Clan, stærsta rappljósveit 10. áratugarins, kemur fram í Laugardalnum í sumar á samt FK Twigs, Kelis,
Gus, Hjálmum, Ham, Valdimar og Enzími. Hvar verður þú þegar sumarinn er hámarki helgina 19. til 21. júní? Ekki láta þig vanta á Secret Solstice í Laugardalnum í sumar. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Það Hamborgarafabrikan sem færir þér FM 95 blöð, medium rare með koktel á kantinum. Það lagir í miklu uppáldi á mér Calvin Harris og John Newman með lagið Blame. Ég ætla að fá eitt óskalega allavega í dag. Það sem væntalega er að sokka stuðlaði eins og alltaf. Ég vil heyra mínu manni í dag í mínu manni Svíjanum. Svíjanum? Já, Eurovision. Já, þú verður að spila það í dag. Það er aldrei að vita. Talandi um Eurovision og talandi um Blame, hver á sökina og svona, að þá hef ég ákveðið að hringja í Hjörvar Hafliðason sem er einmitt svona okkar Eurovision sérfræðingur, F95 blöð. Akkurat. Og við sendum hann út, hann er út í Vín núna. Og ég er að bara bjalla hérna í hann og svona sjá hvað hann segir um hópinn og hvað er búið að vera að gerast hann úti og svona. Skulum heyra í Eurovision Hjöppa, eins og ég kalla hann. Já. Er það Eurovision sérfræðingur FM95 blöð Hjörvar Hafliðason? Já, blessaður. Vienna calling. Vienna calling, hvernig hefur það? Ég var náttúrulega svona eftir atvikum. Já, þetta var nett sjokk fyrir okkur í gær. Já, þetta var ekki bara sjokk fyrir okkur, þetta var náttúrulega sjokk hérna úti og ég veit ekki hvort það hefur komist í fréttina hérna heima, en staðarblaðið hérna í Vín, forsíðan á henni er mynd af Maríu og stendur grósi skandall eða rísa skandall. Já, hún að... Já, það er svona, maður tekur eftir í hérna í Austurríki að fólki er nokkuð brugðið. En hvernig var stemmingi búin að vera í vikunni fram að kvöldinu í gær? Sko, það sem að gerir á þriðjudaginn að hópurinn slær gjörsamlega í gegn á blaðamannafundi. Já, hann slæri gegn á blaðamannafundinum? Hann slæri gegn á blaðamannafundinum og hún fer að syngja með Júri Gagarina sem er söngkona Rússlands. Það er syngja saman á blaðamannafundinum og gjörsamlega eiga hérna blaðamannastéttina. Við höfum ekki verið að lendi þessu áður að við séum að slá í gegn á blaðamannafundum, þannig að maður nú haldið að það... Nei, það er erfitt uppdráttar á blaðamannafundum, en núna var það þannig að María gjörsamlega slæri gegn og það höfðu allir svo gaman að því að hún væri jarðarberjastelpa. Já, ég skilji. Það sló alveg í gegn, því að hún sagði frá því strax, við munum eftir þessu fræga viðtal sem Ragnhildur Steinunn tók við hana. Já. Þar sem hún spurði hvort hún væri bláberjastelpa eða jarðarberjastelpa. Já. Og hún viðurkenndi, bara fyrir framan allt Ísland, að hún væri jarðarberjastelpa. Já, nákvæmlega. Og það gjörsamlega sló í gegn hjá pressunni. Þess vegna kemur þetta fólki svo óbúðslega óvart. Já. En hvað er þetta, þau slá í gegna á blaðamannafundi en segðu mér hér og nú ertu búin að vera mikið í kringum hópin. Hvernig er stemmingin í hópnum? Er hún búin að vera góð? Sko, ég veit ekki alveg hvað ég segja. Sko, Friðrik Dór við þetta þekkjum hann báðir. Já. Og hann hefur náttúrulega verið tölvöld álfaður hérna. og hann byrjar þarna með svona látum og er rosalega skemmtilegur og léttur. Svo sauð upp úr í gær. Þegar að hérna hann segir hann og Valla Sport lendir eitthvað saman. Og hann segir við Valla Sport, af hverju tekur ekki P-ið úr seinna-nafninu og setur P-ið aftast sem þýðir þá Valli Sorp. Og við það verður Valli mjög reiður og það mynda svona leiðinda stemning innan hópsins. Og er þetta fyrir eða eftir atriðið? Þetta er sem sagt bara í gær morgun. Það hefur áhrif. Já, og Frikki var sem sagt á það sem að kalla þér á vökunni. Hann var búin að vaka lengi og var orðin eitthvað þreyttur á Valla Sport sem er auðvitað snillingur í öllu plöggi og slíku. Já. Og þú lendir þarna saman og þetta gerist í gær morgun. Já, ég verð að spyrja. Var stemningin ekki? Ég verð að spyrja, en var Valli Sport að þunum að ræða það núna, var hann að gefa Maríu þá hvíld sem hún þurfti? Já, hann var algjörlega að sjá til þess að hún hvíldi sig. Algjörlega, sko, ég vil meina hann hafi jafnvel staðið sér betur í að hvíla hana heldur en þegar hann hvíldi Heru fyrir 5 ára síðan. Ég skilji. Við munum eftir því, þetta þekktist ekkert fyrir en hann mætti í þetta. Hann passaði upp á talentin. Já, nákvæmlega. Þannig að það var ekki. En eftir að Frikki kallar hann Valla Sorp í staðin fyrir Valla Sport, á einhvern veginn dött aftur stemninga þetta úr hópnum. Auðvitað. Og ég get viðurkennt það, ég fann fyrir því á sviðinu í gær
En það breytir því ekki að það gríðarlegt ósætti hérna í Austurríki og ég veit til þess að Þorbjörn Þórðarson sendiherra Íslands í Austurríki, hann hefur sendt kvörtun og það hefur verið ákveðið að senda ekki íslenska hópin heim því það var ákveðið að kæra þáttöku Ástralíu í keppninni. Já, það náttúrulega ekki Evrópu. Já, þess vegna nú býður íslenska liðið eftir því að það verið tekið á því máli. Já. En það að segja ef Ástralarnir dett út þá fer Ísland aftur í keppnina. Það gaman að heyra. Sem skemmtilegt því að það hefur með það að gera að löndin hinn öll farin heim. Já, við ætlum að bíða. En íslenska liðið ætlar að vera þarna úti og bíða. Glæsilegt. Og það kemur ekki óvart þó Ástralum verði hentur keppni og við færum inn. Frábært. Takk fyrir þetta, Hjörvar. Gott að hafa það nútið. Þú kemur ekkert heim strax sjálfur það? Nei, ég kem heim bara á mándaginn og ég kannski gefa ykkur skýrslu þá bara aftur á föstudaginn. Æðislegt. Takk fyrir þetta og þá vitum við meira. Takk. Takk. Bye. Já, drengir, þetta eru sláandi fréttir frá Vín. Já, það er það og svona kannski það helsta í þessu að Frikki sé búin að vera á vökunni, sko. Það er svona sem að ég trúi nú ekki, en við heyrum nú betur í Frikka hér á eftir því að Frikki Dór, hann kemur mikið sögu í þessum þætti því hann er í hitaklefunum hér á eftir. Akkurat. Þannig að þá getur nú bara spurt hann út í þetta allt, hvað klikkaði og fleira. Já, fara að heyra það. Langt sem við höfum ekki hitaklefasefi. Þannig að það verður stuð, en já, eins og Egill kom inn á hann, það þýðir ekkert að sleppa Eurovision partíum þó að Ísland sé dott út, finna sér bara eitthvað nýtt land. Já. Snittilega, finnum okkur bara nýja plánettu og höldum partíinu gangandi. Já, nákvæmlega. Blossi, hvernig drenni? Páll Banini sagði þetta. Páll Banini. En já, þetta var Eurovision Hjöppi hér eftir smástund og þá heyrum við í Frikka því að það er hitaklefin hér næst. Go mouth mammy fuck. Bitch, where you and I was. By the time you hear the next pop, the funk shall be within you. Now run again. 5-7 og já, hér í garðklefunum núna, garðklefun í hitaklefun. Hitaklefun, sitja Öttinblöð og Sveppi Krull og gaman að segja frá því að þetta er fyrsti hitaklefun okkar, já, hvað er þetta ekki, 1-2 ár, Sveppi? Já, segð mér það. Nei, ekki. Og já, fórnarlamb dagsins er Frikki Dór eða Friðrik Dór og við ætlum að hringja í hann er stattur út í Vín. Já. Og það eru ekki farið fram hjá neinum að Ísland komst ekki áfram í Eurovision í gær. Akkur sagði þér, ég ætla að horfa ég hef nefnilega mistað keppnin í gær. Þú eru að halda fram með Svíum ég vissi ekki hún hefði ekki komist áfram. Ég ætla að reyna svona að losna við að heyra og horfa á þetta í kvöld. Ertu með þetta blúsur? Nei, það er takit á tímaflokkinu. Já. Við ætlum að hringja Frikka, hann var í bakgröðum og tók þátt hérna heima og já, ég held að muni nú flestir eftir reglum í hitaklefun. Við bara öskurum og við viljum svör. Já, við viljum bara, það þarf að láta einhvern heyra það út af þessu. Það þarf að láta einhvern heyra það. Nú þarf hann að svara þjóðinni. Hringdi hann, Frikki Dór. Já. Komdu sæll og ertu velkomin í hitaklefa dagsins. Velkomin. Já, takk. Hvað ert þú að gera að úti, Frikki Dór? Þú skeist á því þetta heima. Ég er í bakgröðunum. Hvað klikkaði í gær? Svaraðu átti, hvað klikkaði í gær? Það var... Erum við skattgreiðendur að borga undir raskandi á þér og kæristunni að úti? Nei. Víst! Hver er að borga þá? Ég er að borga fyrir hann. Þú ert ekki að borga raskat, Frikki! Ertu alltaf úti bara að tróðið í skyndibita og taka þið upp á þetta feita svínið þitt? Já, hvað ert að gera að úti, Frikki? Búin að borga svolítið að kebab og svo... Af hverju sendum ekki Jón Jónsson bróðinn í bakgrættir? Er hann ekki betri söngvari? Já, hann er bara upptekinn hann í... Er hann ekki bara betri en þú yfir höfuð? Af hverju ert þú ekki fótbolt eins og bróðinn? Ég gat ekkert. Af hverju hatarðu Maríu? Af hverju ertu ekki jafngóður í fótbolt og bróðinn? Vildur að María fara áfram eða varst ennþá pirraður eftir úrslitin þetta heima? Þetta vildi hún fara áfram. Það er allt ömulegt um það! Já... Ertu búin að eyðileggja fyrir okkur laugardaginn, Frikki? Nei, ég vona það nú ekki. Þetta er þér að kenna líka, bara svo vitið það! Já, algjörlega. Já! Hvenær opnar þessi fransku staðurinn? Hann opnar nú... Það er allir drullu fucking sama! Það fá mikið svör úr honum. Nei. Frikki, þið voruð landi til Sómaðegjær. Takk fyrir hittakleðan, hafa það gott að núti. Við byrjum að helsa. Já,
Já, takk, ég skilja þig. Landið til sómasamlöku. Leitar. Herðu, þetta var fyrsti hittaklefin í, sko, ég að muna núna okkur við vorum með hættur þessu því að hálsinum búinn. Já, þetta svo steikt, sko. Þetta tekur á, þetta var hressandi, við þökkum Frikka. Ef ég mætti velja einn í hittaklefa og ég mætti aldrei velja aftur einn í hittaklefa, þá myndi ég velja Ása. Ása sem fór sem að drepast í magan. Má ekki fá sér lengur. Hvað var bannað að tæma? Einmitt. Hver hefur ekki tekið hérna góða guppu, maður? Þetta bara, ég skil ekkert í hvað fólk eitthvað pirrað yfir þessu, sko. Nei, það ekki eins og, ok, ég hefur verið pirraður hann guppað upp í mig. Já, líka bara, sko, maðurinn var illt í maganum. Já, og ennþá illt. Já. Og það hefur hann alltaf látað að tjekka þessu. Drepast. Það var hittaklefi dagsins og við þökkum Frikka kjallaði fyrir. Farðu á Roskilde með Túborg. Smeltu myndaður með Túborg inn á skemmtistað, merktu myndina #TúborgTúnlist á Instagram og þú getur verið á leiðinni á Roskilde 2015 með vinahópnum. Frumlegar myndir geta unni glæsileg verðlaun í samstarfi við FM 957 og fullt af aukaverðlaunum í fljótandi formi. Nánar upplýsingar á túborg.is. Túborg léttöl. Í fyrra vann kona með skegg. Rauðin komin að þér helgina. Eurovision-potturinn stefnir í 22 milljónir. Lotto, leikurinn okkar. Brakandi ferskt grænmeti í mjúkri tortillaköku. Ferskur kostur fyrir ferskar týpur. Serrano, fresh, happy, max. 8. til 10. bekkur DJ Muscleboy, Basic House Effect, Steindi Junior og Bent og margir fleiri á sumargleðinni 2015 í Kaplakrika. Nánar á sumargleði.is. Miðasala í verslanum 10.11. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Orkulíkillinn veitir afslátt á Shell og Orkunni, afsláttaþrep, auka afslátt á þinnistöð, ammælisafslátt, upphafsafslátt, metanafslátt, afslátt á 10.11 og yfir 20 öðrum safsláttssæðunum, sérmerktar leikir og margtana sem kennst ekki fyrir svona stuttur auðlýsingu. Orkan, takk og bæ. Í dag býður apótekarinn upp á 20% afslátt af Nicotinell. Afslátturinn gildir af öllum 204 stykja pakkningum og öllum bragðtegundum Nicotinell lyfjatyggigúmmís. Apótekarinn á lægra verði. Það löng helgi í Keiluhöllinni í Egilshöll helgina. Frá 19 til 1. Nei, segðu frá 7 til 1. Frá 7 til 1 fá allir með aldur 2 fyrir 1 á öllu á barnum. Nei, segðu þá af öllu á barnum. Hvað ætlar að hafa þetta langa auðlýsing? Það sem þarf. Þetta þarf að komast til skila. Öllu á barnum. Akkurat. Brakandi ferskur matseðill í fullum gangi og gleymum ekki síðan að við bjóðum fría rútuferðir niður í miðbæ. Akkurat. Það mætti halda drykkjufélagina ættu við Keilu-vandamál að stríða. Hvað við? Þetta er bara eitthvað sem ég las á netinu. Ok. Keiluhöllin Egilshöll. Slæmur dagur í Keilu er betri en, góður dagur í vinnunni. Í 1 lítra af Floridana Goji eru 72 ný pressu Goji ber. 72. Ert þú búin að smakka? Floridana. Lifðu vel. Gerum eitthvað. Gerum veislu. Grillveislu. Með kanadísku hágæðagrillunum frá Napoleon. Grillum saman í sumar. Bíkó. Háskólinn á Akureyri er eini háskólinn á Íslandi sem býður upp á nám í sjávarútvegsfræði til BS-prófs. Sjávarútvegsfræði við Háskólann á Akureyri. Skemmtilegur félagskapur, alvöru nám. Háskólinn á Akureyri. Nú stjörnuvika á Subway. Þú fær 12 tómmi bát og miðstarað gósi á aðeins 999 krónur. Subway. Engin transfita, náttúruleg hráefni með sólblómaolíu. Marút gerir gott enn betra. Íslenski listinn í boði Coke Zero. Á laugardögum klukkan 4 á FM 957 verður að heyra vinsælustu lögin á Íslandi. Það er Hamborgarafabrikan sem færir þér 2 harða og 1 lunga mjúkan sem þyrft að fá sér salat í stað franskra. Þið eru að hlusta á FM 95 Blöð, hér á FM 957, það er Steindi Jón, Egill Gils og Öddi Blöð með ykkur á þessum glæsilega föstudegi. Sveppi Krunn og Rókin, við þakkum honum kjallaði fyrir. Já, þakkum Sveppa kjallaði fyrir að koma og detta hérna aðeins inn í stúdíói með okkur. Þetta er alltaf gott að hafa Sveppa með. Mössin, við þurfum að fá hann miklu oftar heimsókn. En strákar, svona að því að við tölum yfirleitt alltaf aðeins, við minnumst á veðrið. Já, ekkert að veðri. Nei, þið veitir náttúrulega hvernig ég virka. Ég er alltaf svolítið svona í stemningu við veðrið. Já. Og þess vegna er ég fyllandi fítinda og fróandi góður. Af því að það er að mínum mati heitasti dagur ásins. Núna? Já, svona so far, sko. So far. Já, þetta er svona fyrsti sumardagurinn, sko.
Það styttist í Brjánbreka, Gunnþór og Íslensk slúður. Heyrðu, það nóg eftir. Já, það brakandi festleik í dag, slúðri. En áður við förum í Íslensk slúður og þá ætlum við að fara hér í seinni graðamannin. Pétur Jóhann, við erum búin að spila 1. Já. Við tókum upp 2. Já. Og við erum að spája að... Við erum að hlæja áður hún spilar. Já, ég svo ánægður með hennar karakter, sko. Já. Og við ætlum að heyra núna, seinni graðamannin og það bara að sama. Hann hringdi aftur í einhvern bónda og svona að æsast alltaf meira og meira þegar meðan hann tala við hann. Við skrýtna hluti, tjekkum á þessum. Já, góðan daginn, ég sá auglýsingu að varst að auglýsa svona sauðbur. Sem sagt... Halló, ég nú ekki alveg nógu til í, ég að færa mig hérna. Já, góðan daginn, góðan daginn. Ég sá auglýsingu, varst að auglýsa eftir mannskap í svona sauðbur. Já, ég auglýsti hérna í bændablaðinu. Já, og ertu með, vantar þið ennþá að? Já, hann sauðburinn nú alveg á fullu gassi núna. Já, ok, hvað Hvernig er það? Hvað er sauðburður? Ég hef aldrei verið svona... Nú, hefur ekki verið í sveit? Nei, ég hef aldrei verið í sveit, sko. Hvað er þú gamall? Ég er 18 ára, sko. Já. Hvernig gerir maður það? Nú, það er bara þarf að vakta kindurnar og hjálpa þeim eða það geti ekki átt lömpinn, reyna að ná þeim lifandi og... Já, þetta er þeirra eignast börninu, eða þú veist þeirra... Já. Já, þetta er ekki, sko, ég var einu sinni, sko... Að frændi minna, þegar vorum að klippa allt hárið, sko, ég hef bara sett það einu sinni. Já. En þetta er eitthvað annað, sko. Búið loksins að gera það núna. Hvað segirðu? Það er nú loksins búið að gera það núna í þetta sinn. Já. Klippa en ég var nú seitt með það. Já, Vantaði svo hjálp? Nei, ég er nú... Vantaði þið hjálpið það líka? Hæ? Vantaði þið hjálpið það líka? Já, mér vantaði það, það er nú búið. Þetta er búin að, Já. Já, ég vilja vera þarna þá, maður. Það er líklega, ekki veikt af því. Það er gaman maður, að sjá þetta. Það þurft að fá hjálp í það, en það er rettaðist á endanum. Það er snilt. Nei, ég er nú komin þarna með eitthvað 13 ára strák frá Akureyri. Það var bara, hann var nú ekki búin í skóla og hann hefur nú verið núna. En það stendur nú til að hann komi aftur á morgun. Ég skilði, ok. Og verði þá minnst helgina hjá mér og ég læt það duga þá allavega í bili. En ég meina, eru það að taka móti, hvernig virkar þetta? Er það lömpin? Er það að taka, ég meina, er það ekki... Jánum og svo geta það komið öfugt, það var eitt núna í fyrradag sem að kom öfugt. Öfugt? Og þá degiðu nú yfirleitt, það var ekki vist aftur. Það er nú, ekki vist hvort ég meika það, sko. Fæturnar fyrst. En ég meina, er þetta ekki til hliða að fatna? Er þetta að setja eitthvað, ertu með gúmmíhanska eða eitthvað? Hvað sér þau? Ertu með gúmmíhanska, ertu að setja á gúmmíhanska? Nei. Ertu bara með bera hendur við það? Já, maður kemst ekki í svoleiðis, ég kemst ekki í svoleiðis. Nei, þú kemst ekki til gúmmíhanska maður. Hvað segir þú? Ég láti það ekki býða í bili bara. En þurfum þetta að klippa hárið aðeins. Ertu með gúmmíhanska þá eða? Nei, það þýnur ekki neitt. Nei. Maður verður nú að vera berhendur við það. Bara berhendur við það maður. Já, það skilja ekkert annað maður. Það þýr ekkert annað og þegar maður er að taka lömbin, maður gerir það ekki með vettlingum. Þegar maður að taka lömbin, nei það... Það vaða alveg inn í kindina. Hvað sagði þau? Maður þurft að vaða langt inn í kindina. Já. Já, ég skilði þig. Það getur verið þannig. Það er svo leys. Af hverju þurftur að vaða inn í hana? Nú, ef að lambi getur ekki komið, lambi getur snúið vittlust og verið sversum í kindinu og þá þarf maður að vaða inn í hana til að reyna að ná í hausinn. Og ertu bara berandi við það? Já. Það þýðir ekkit annað en að vera það. Það ertu bera ofan eða? Já, ég er það stundum líka, efa. Bara bera ofan og? Ef það er ekki harku frost. Og ertu að ríja þér líka þannig? Já. Bara bera ofan? Maður er nú sveittur því. Allur sveittur? Svo er betra að hafa hérna stelpur hjá sér líka ef maður er... Já. Það er miklu betra. Það er miklu betra, já. Það er ágætt ef það er orðnar berar ofan. Já, það er ekki verra maður. Og ertu bara í gallabuxum og... Nei, ég á ekki svoleiðis til. Ok, í hvernig buxum ertu? Ég er bara í reiðbuxum, allar mína buxur og reiðbuxur. Reiðbuxur? Já. Vá. Bera ofan bara í reiðbuxum og... Ég rýð svo mikið að ég er alltaf í reiðbuxum. Já, ég skilði þig maður. Já, ég veit mér. Já, ég þarf nú að fara núna, það er koma hérna.
Ekki máli, þannig að þetta er bara gaman að spjalla við. Lætu þetta damla svona eins og núna bara. Ég læti að damla, ég heyri þér. Já, getur ekki að stapla þar. Já, takk. Wow, man, þessi var rosalega. Drauma kandidat. Sko, hann var góður þegar áðan. Wow. En þarna fegstu bara einn, það var eins og hann var að reyna að æsa þig. Hann var að dikti það. Ég vil geima númerið hans og heyri í honum bara reglulega. Ílíkur, snillíkur, þá erum við búin að fá, já sko. Bera ofan í reyðbuxum og allir sveittur. Mér varst hitt síndalega gott, þetta var æðislegt. Með stelpur í kringa, hann var aldrei að vera með stelpur hérna maður. Wow, man. Þetta var stórkostlegt, þetta var Graðimaðurinn, hann er kjánalegur en ég elska hann. Og ég þakka Pétur Jóhanni kella fyrir þetta. Ég misti mig úr hlátri hann. Já, ég líka, herðu, ég held að hann myndi fatta það. Já, nei. Hann hélt bara áfram. Já. Gamalt og gott hér í FM 95 Blö. Aha. Graðimaðurinn búinn í dag. Já. Ánægð með hann. Og kostum Pétur hins vegar ekki alveg búinn því að það er nýr Gunnþór hér á eftir. Ok. Ásamt því að styttist ég að við heyrum í Brjánibrega. Langt síðan heyrst í honum. Já, það er mjög langt síðan. Ég veit að það er fólk út allan bæ sem er bara að bíða eftir því að heyra í Brjánibrega. Já, fólk er farið að sakna svo ég er ekkert hiss á því. Nei. Mikill meistari þar á ferð en svo er það líka slúðrið, íslenska slúðrið. Já, það er brakandi fest í dag og ég er búinn að fá mikið af tölvupóstum og hitta fólk út í bæ, ég er búinn að fá þetta sendt í SMS-um og það var erfitt að velja í dag. Það var erfitt að tísum aðeins, er Ásgeir Kolbeins að rassamæla sig, já eða nei? Því miður er Ásgeir ekki. Það er engin Ásgeir í slúðrinu í dag. Nei, en það eru þarna, já, miklur höfðingar, til dæmis ef ég á að nefna einhverja, það var sumargleði töframanna núna fyrir mjög stutt síðan og loksins fyrir oss búin að gefa þessum töframönnum frí. Sölvi Tryggvason mætir aftur í slúðri í dag. Nei, já, heitur svo. Þannig að það er nóg að gerast. Herðu, hefur ekki bara farið í slúð, nei, býtu, við skuldum auðlýsingar, fyrir við örstutur auðlýsingar, ekkert lagað neitt, bara verðum með allt tilbúið því að leið auðlýsingarnir eru búnar, þá fyrir við Íslands slúður. Ég er klár, ég er klár, klárum auðlýsingar, svo fyrir við í slúði. Eurovision hefst í Nóatún í Austurveri. Komdu og fá þér ferska og safaríka steik fyrir Eurovision partíið. Nóatún, bestir í kjöti. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Lokal Borgatúni, lokal Smáralind. Þú finnur alvöru reiðhjól á alvöru tilboði á gap.is akkurat núna. Hjólabúðin GAP, Faxafenni. Wow Air, Doritos og Bóli Kynna. Gabriel Iglesias snýr aftur til Íslands og kemur fram á Reykjavík Comedy Festival 25. október í Hörpu. Miðasala hefst á 5. daginn klukkan 10 á harpa.is. Sena. Allt fyrir Eurovision partíið í Hagkaup. Brakandi snakk, gómsætt salgæti, kalt gos, ferskt sushi, erlendir ostar, ferskir ávextir, ljúffengar ídýfur og margt fleira. Hagkaup, þar sem Íslendingum finnst skemmtilegast að versla. Það er löng helgi í Keiluhöllinni í Egilshöll helgina. Frá 19 til 1. Nei, segðu frá 7 til 1. Frá 7 til 1 fá allir með aldur 2 fyrir 1 á öllu á barnum. Nei, segðu þá af öllu á barnum. Hvað ætlar að hafa þetta langa auðlýsing? Bara það sem þarf. Þetta þarf að komast að skila. Öllu á barnum. Akkurat, brakandi ferskur matseðill í fullum gangi og gleymum ekki síðan að við bjóðum fría rútuferðir niður í miðbæ. Akkurat, það mætti halda drykkjufélagina ættu við Keilu-vandamál að stríða. Hvað við? Þetta er bara eitthvað sem ég las á netinu. Ok. Keiluhöllin Egilshöll. Slæmur dagur í Keilu er betri en, góður dagur í vinnunni. Okkur á hraðlestinni finnst kóríander svo gott krydd að við getum borðað það sem snakk. Og nú minnum við á tilboðin okkar fyrir 2 eða fleiri. Hraðlestin, ekta indversk matargerð. Krónan hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Hamraborg Kópavogi. Glæsileg opnunartilboð og mikið fjör. Krónan fyrst og fremst ódýr. Ljómandi lífsorka með Þorbjörgu Hafsteins, hjúkrunarfræðing og næringaþerapista. Mig langar til að fræða þig svolítið og gefa þig góð ráð. Skemmtilegir og áhugaverðir örþættir hvernig efla megi lífsorku, bæta útlit og viðhalda velíðan. Mataræði skiptir öllu máli en líka allt hitt. Fá ró á þennan heila sem alltaf er eitthvað að bulla. Ekki missa af ljómandi lífsorku á vísi.is/heilsuvísir. Ljómandi lífsorka með Þorbjörgu Hafsteins. Þættirnir er í boði Himnest og Gló Fákafenni. 2 grjótharðir og 1 dúnmjúkur.
FM 95 Blö er í boði Hamborgarafabrikunar. Gæti ekki orðað betur, þeir grjótharðir og einn dún mjúkur hér með ykkur á föstu. Það er ótrúlegt, þetta fljótt að liða klukkan að vera 20 mínútur yfir 5. Já. Við erum búin að þéttir í dag, ég held ég ná ekki eins og að fara í sturlaða staðreyndir, sko. Tjöfullega tími. Hvernig var alltaf það núna að mæta afgangi og ekki sturlaði? Hvernig var að breyta hans forgangsröðunni? Ég veit það ekki. Það sem fólk gera að hella í sig og... Ég veit það ekki. Aldrei að vita. Ég veit það ekki alveg. Hér eftir smástundi bréfbreki, áður við förum heyrum í bransa. Þá ætlar Steindi Junior að vera með íslenskt slúður fyrir okkur. Já, það er hárrétt. Já, og það er á hans ábyrgð. Já, sko, við náttúrulega erum allir hérna saman, félagarnir. Hvað ertu með hald okkur í dag? Sko, ég er með rosalega góða punkta í dag. Okay. Svona, kannski fyrsti punktur sem ég ætla að koma inn á, það er félag okkar allra, það er Sölvi Tryggvason. Sölvi Tryggvason, hann var hjá hann í daginn líka, hvað er hann alltaf inn á þetta alltaf? Já, ég kom inn á það í síðustu viku að Sölvi á það til að leka. Já, sem er eitt að steiktasta sem ég heist. Og hvað, hann var að koma og hann var að prumpa, eins barnalega og það. Þú meinti það þegar hann að leka? Þetta er alls ekki prumpa, sko, þetta var, nei, ég er ekki til svona prumpuhúmor, þetta er sko... Hann lekur ekki beint, nei, hann prumpar ekki, hann lekur bara ekki. Það kom inn á það lekur, fyrir þá sem kannski heyrði ekki, voru ekki að hlusta í síðustu viku. Þá var ég að tala um það, punkturinn var þannig og slúðrið að það var að leka úr honum, þetta er ekki beint einhver viðrekstrar, fattur við? En það er svona lekur að fylgja svona alltaf ólíkt, en það lekur stöðut úr honum. Það bara kallast að reka við? Bara svona. Nei, veist, ef þú rekur við, þá rekur bara við einu sinni og sem heldur áfram að líða þetta, en það lekur stöðut úr honum. Ok, og hvað er eitthvað? Það lekur mikið úr honum. Ekki eftir með það aftur? Nei, það lekur rosalega mikið úr honum og hann er búin að vera fastagestur á öllum svona helstu heilsugæslum bæjarins núna. Og það skilur ekki hvað... Þetta taka sama aftur að lekja úr honum? Hvað er eitthvað gúrkutíð hjá þér? Þú varst með í síðasta föstudag að Sölvi lekur og er að prumpa og ætlar aftur í það. Ég er ekki að fara í það. Sko, eins og ég segi, það skilur ekki hvað að gerast með honum. Það er eins og þetta bilaði ventil. Það lekur úr honum stöðut loftstreymi í líkamannum hjá honum og það fílar þessu. Og hann er orðið fastagestur á öllum helstu heilsugæslum bæjarins og það er enginn að skilja þetta og hann er komin að sérstakt fæði greið. Hvað fæði það? Nei, það er bara stendur að hann komin að sérstakt fæði og sem er náttúrulega bara skelfilegt sko. Og hvað er slúðrið? Já, hann er sko, sem er nú ekki frásögum færandi. Nei, því að þú varst búin að segja okkur það. Nefna hvað, leið mér að koma inn á punktana. Hann er sko farin að gera mjög gott úr þessu núna og ákvað að gera það, kallið, gera gott úr þessu og er farin að taka þess að mæti í partí og með skemmtiatri. Og það er mjög gaman að koma inn á það. Hann er svona veislur og samkomur og svona. Þetta er að slá í gegn. Og hvað er hann að gera? Þetta er alveg að slá í gegn. Þá mætir hann sér sett og kemur sér vel fyrir í svona bara í sófa í heimahúsinu og svo setur hann lappinn þar upp í loft og hvað er hann að taka bara Jim Carrey og dömma? Hann er með sipp og kveikjara og líka sko og svo gerðir hann yfir sig og svo lekur hann á eldin. Það er bara basically dömmer. Þetta er lélegasta slúður sem hefur verið með sem við byrjuðum með þáttinn. Ég er ekki að tjóka. Þegar hann á raskatið. Þetta er að versta sem hértinn. Það myndast svona eldkúla og þetta er víst helviti flott hjá hann. Þetta er það hjá kallinu, þetta er helviti flott. Þetta er bara, já, það er bara að borga á stannu 7 skall og mætir og svo núna var forkeppni Eurovision í gær og þá fór hann sem sagt í gig í sumarbústaði Borgarnesi. Gig? Já, gig? Já. Að prumpa kveikjara? Nei, hann er ekki að prumpa. Það lekur úr honum, þetta er flókið. Það lekur stöðut úr honum. Þetta er bara svona stöðut streymi. Þetta er lélegasta slúður sem verður með. Ég hef aldrei heyrt hann hans kæftaði. Það segja bara sama. Og hann gerði svona rútínu. Nei, hann gerði rútínu. Þetta er bara sem ég var að fá sent og hann gerði svona rútínu og gerði hann sérst niður sig. Þegar hann á raskatið er hann nærbúsi? Já, nei, hann bara... Veit fóti, ég er hann að fá hérna nákvæmlega hvað. Það bara gerði niður sig. Hallt í hestanafóli. Og svo byrjaði hann að leka á kveikjaran í bústanum. Og þetta er gamall bústaður sko. Þetta var svo fullt af fólki og svona timbrið var skráðurst. Alveg. Og hann missir kontróli á þessu ángríns. Byrjaði að leka fullu og áður hann að veita að þá var bústaðurinn orðinn bara aðeins. Þetta er svo lélegt.
Slúðrið var í dag, hann að pröfa kveikjar og kveiknaði bústæðum. Ég ætla að vona sér með Petri Móla. Hvað er næst? Það er að beða að hætta. Já, þetta er hræðilegt. Og Sölvi Tryggva er toppmaður, ég veit hann ekki að pröfa kveikjar og lekur ekki. Ég var búin að kveikja í senu. Kveikti í senu fyrir þetta líka. Hvað ertu með? Það er bara vesen á honum, myndi. Já, hvað ertu með mér að? Heyrðu, svo var það töframenn á Íslandi. Það var sumargleði töframanna núna síðustu helgi og hún fór aldeilis úr böndum. Það verður bara að segjast eins og er og það voru 2 töframenn sem bara voru látnir bara hverfa í rauninni, voru bara já, voru látnir hverfa? Já, það voru 2 töframenn eitthvað svona sjónkörfing eitthvað myrtir þegiðu Steindi herðu, ef það er ekki Sölvi Tryggva pröpa þá er það Siggi Hlöð að deyja eða töframenn, þeir núna dánir líka. Herðu, fær maður ekki að halda áfram með? Nei, ég ætla ekki að fara að heyra um einhverju töframenn sem hafa verið að deyja í einhverju partíum, hvað er næst? Herðu, rosalega á að keyra þetta hratt í gegnjámenni í dag. Þetta er bara hræðilegt slúður, maður. Þetta er ekki hræðilegt slúður. Nú, hvað, viltu bara fjalla um dauða þeirra? Herðu, þá bara fyrir við beint úr þessu í þetta. Og það er meistari Vallisport. Vallisport og Vallisport gamla umbásmaðurinn minn, tekur það ekki örugglega fram með það? Hann var með allt niður sig í gær í Vín. Allt niður sig. Leið og komið ljós að Ísland fór ekki áfram þá var hefur það gerst áður að Ísland fer ekki áfram með Vallisport úti? Nei. Ekki þegar hann er úti. Og það sýndi sér alveg í gær og þá var skyndilega Valli var rosalega thirsty. Hann var thirsty kallinn og óð beint á barinn náttúrulega og fór í jagarinn. Það er bara hann fór beint í jaðurinn en hann var með mikla væntingar og hann var búinn að gera sig kláran fyrir aðalkeppnina og hann var svektur bara eins og margir aðrir keppnismaður hann var keppnismaður á Valli og hann fór beint í jaðurinn og byrjaði að skjóta á sig hann ríkala þörsti alveg og stoppið góðstrákarnir voru farnir svona að reyna að hæja á hann og maður skilur hann alveg svo sem þú veist, svona, hann var farin að skjóta á sig og þá sagðist Valli alltaf klára allt í kvöld hann sagði það, ég ætla að strákari, við klárum allt í kvöld bara svo Rottweiler já, hann og vitnir Rottweiler, við klárum allt í kvöld sagði hann og skellir í sig þarna jagerskvettu sem er nú ekki frásögu færandi nema hvað, að setnum kvöldi þá voru þetta svona Eurovision party og Valli var orðin hauslaus strákar, hann var orðin gjörsamlega hauslaus og var að hanga utan í honum Máns Selmerlöf svíi minn já Máns Selmerlöf sem er svíjarnas og talandum að þyrta og var að talandum að þyrta að prófa okkar nýtt hann þyrta að prófa okkar nýtt var hann alltaf hauslaus með svíjarnum? Já, nei, hann var bara hauslaus og bæði í keppnina Ísland ætti að senda eitthvað nýtt og öðrisi allir eitthvað svona fest út og svo prófa okkar nýtt í lífinu sagðan og rendi höndinni í rasva hættu, herru, þetta var slúðrið eitt steiti það er komið að hála nýs og svíinn var ég þekki minn mann, hann tekið mjög þetta var svona fyllir í rugl hann svíinn var nettur á því hann tók þessu svo sem ekkert hann var kurtið svíinn og svo hann var að reyna við hann já, neða svona þú veist, bara svona friendly er ekki bara eitthvað vinnar já, svona vinna, en svo fór hann líka á partíð og þá Valli var honum mökkaður hann var búinn að æla hérna á sig hann var búinn að æla hérna, missa smá á sig og búinn að frúka á sig aðeins fyrir ekki að frúka, bara komin í svona blettir utan á svona sem er hvað? Hvað er að frúka? Sjöfil að tala um hvað er að frúka? hvað meina þau? útskýru hvað það er bara prumpar og það kemur eitthvað með örlítið var það bara skít í sig frúka og frúka Steindi, þú þarf ég að fara að taka slúra þær ef það er ekki einhver reyka við, þá er ekki búin að skít í sig herðu og svo er alltaf allir dánir líka herðu hvert er þetta að fara? heyrðu þau bara í þér þetta er bara prumpa og kúk og allir dánir herðu, hann er að planta reynda var Sölvi Tryggva ekki að prumpa, það lag úr hann var að leka auðvitað, það er allt annað mál og hann er að plata Máns Selmerlöf inn á baðherbyggja og Máns er svona, veit ekkert hvað hann er að fara í þá fyrir Valla hágrenja og berja svona í veggina alveg brjálaður og segist ekki til að gei og svona berja og fyrir svona ljónast í honum og reynir svo að kissa og hann var alveg vel erfiður giftur maður toppmaður og giftur þú mátt snerta minn ef ég má snerta þig þetta er bara flott þú rör minn, magt ég kon röri minn sagði hann á lélegri sænsku og það endaði með því að Felix Bergsmann þurfti að krakka upp hurðina með tíkalli og það var svona hann var alveg bara út úr frúkaðin alltaf klárum að til kvöld en ég þarf nú mæntalega ekki að taka það fram að allt sem kemur fram í þessu slúðri hans Steinda Junior er vittleys og það er náttúrulega bara að fá þetta sent og ekki taka marga á þessu Vallisport var það toppmaður og stóð sig eins og heitir já, topp ná ekki, auðvitað en talandi um toppmenn þá var það bara að ringja hérna í einn kumpána sem við höfum ekki heilt í lengi já og hann á það til að vilja klára líka allt
í kvöld og það engin annar en Brjátbreki og B.B. King ekki heyrt hjá hún lengi, við skulum sjá hvort að Brjátbreki svar ekki þennan föstudaginn. Gæði kringling. Blessaður, þú miklu meistari. Nei, blessaður Brjátbreki, hvað séu gott? Gauti Blöndal. Það Rauti Blöðmaður. Heyrðu ekki vel í mig núna? Ég heyri mjög vel í þér. Ég kom með alveg síma á þú núna. Nú, hvernig síma? Já, iPhone. Já, passa. Þú kallið bara að koma með iPhone alveg sem þú. Það vel gert ég, varst að fá hann? Já, veist hvað ég kalla hann? Nei. Ég kalla hann MyPhone. Já, skemmtilegt. Það gott. Þú veit algjör meistari. Ég var einmitt að pæli á og það bleið komin í top 20 núna. Nei, vel gert, ég var á top 200 hörðum daginn. Já, þú ert búin að rífa aðeins í gang. Já, takk fyrir það. Gilsaruna með þau? Já, blessaðu gála minn. Gilsi? Já. Gilsi? Já. Blessaður. Ekki úrslitaleikur í meistardeildinni fljótlega? Þú á móti Sveppa? Það ekki úrslitaleikurinn? Það tveir meistardeildinni? Byrjaður, Gilsarinn segir að Sveppi sem alls loðrætt niður sig og komur með 1-0. Sveppi segir crazy in the brain house og gerir 3 mörk. Þetta spennandi. Eitthvað svona? Mjög spennandi. Þetta mjög spennandi. Þið vitið að núna ég með stand-up. Það semst ekki magic sticky, þetta bara ég. Já. Með stand-up. Hvað málið með Gylfa? Nei, þetta með hommadæmi að ég hafnafyrir þannig hommafræðsluna. Ekki nóg að Ötti Blöndal sem 2 tíma hommaþátt í hverju viku? Hvað, ég ekki svo svara. Þetta dapurt maður. Já. Ég verði reyndar að hrósa þér Auðun Blöndal, ég geri alltaf lítið af því. Nú. Ég verði að hrósa þér, þú nú meiri meistar en flestir halda. Æ, hvað? Því að Broddi hringir í mig daginn. Frændiðin. Já, vinnu minn, hann hringir í mig og segir, heyrðu, Ötti búin að hausla Gellu. Ég náttúrulega trúði ekki, fór beint á netið og það reyndist vera rétt hjá honum. Nú? Og ég verði að segja að það kom með þægilega óvart, en þá sagði reynda Broddi sem ég var ekki ánægð með. Hvað? Hann sagði, ímyndaður ef að kæmi nú í frétt í hvert skipti sem að Brjátbreki höstlaði Gellu. Hugsaði hvernig það því. Það kjaftaði þetta. Þá sagði ég, býttu, hvað áttu við? Þá sagði hann, já þá þyrfti að vera 40 blaðsina tímarit hverju mánuði. Já, það svo mikið að gera þér. Og ég var nú frekar ósattu við þetta. Hringdi samt í Sveppa sem Sveppa að vandur Hollywood, segi ykkur frá því og eftir. En ég hringi í Sveppa og segi, og þá sagði Sveppa þessar fréttir að ætti kannski að fara að gera 40 blaðsina tímarit það sem ég var að gera. Þá sagði Sveppi, nú, hvað að vera í áskrifandi? Já, frábært. Sagði Sveppi. Já, skemmtilegt. Þetta mjög spennandi. Hann vilti bara fá að vera áskrifandi á blaðinu. Já, einmitt. Heyrðu, en það ekki pínu steikt að Fjölnir Þorgeirsson sem sitt eigin lið í Pepsi-deildinni í fótbolta? Er það bara ég eða er það pínu steikt? Þetta svo lélegt, maður. Er það bara ég eða finnst það minnst að tjúlað? Ég held að sé bara þú, sko. Þekkir þú eitthvað Fjölnir Þorgeirs, eða? Ég þekki Fjölnir Þorgeirs. Nú, hvernig? Það segja hvernig, þegar að hann var með Mel B, þá var ég líka með svartri Gellu. Þannig að við vorum einu gæðinir í frábært, einmitt, glæsilegt. Hvað eina svarta. Já, þú ert góður bara. Og við hittumst eins og vorum við báðir að leiða þér og mín var náttúrulega tölvöld svartar en hans. Og hann var alveg bara eitthvað, þú er nú meiri höfðingin, sagði Fjölnir, og lengi vel var ég bara kallaði höfðingin. Hvað bull þetta? Já, ok, þetta er hressandi. Því að hann kallaði með höfðingin. Gissari! Já. Fjölnir! Já. Það er ágætið smittari. Ég er mikill aðdáðandar. Þið þekkir Steinda, ger hann ekki með okkur? Já, hann er bara frammi. Já, ég kannski minnið á hann þegar ég var að fokka í honum núna í daginn í Hagkaup. Nú? Ég er náttúrulega stundum að fokka í fræðum þegar ég hitti hann. Já, skemmtilegt. Og ég sé hann í Hagkaup. Hann er rauðni og ég hleyp svona að hann og segi,
Heyrðu, fyrst þú ert svona geðveikt fítgaur, þá hlýtur þú að hleypa með framfyrir þig. Hann náttúrulega var eins og algjör aumingi. Ég fór bara framfyrir hann. Þannig að ég get staðfest að hann bara mjög fítgaur. Glæsilegt, skemmtilegt. Gilsari, hvernig var þessi? Þetta er mjög góður. Ætlar að horfa á Eurovision, Brán? Heyrðu, það nú málið þannig að gellan sem ég að hitta núna með all börnin. Þannig að núna verður kallinn bara að vera rólegur. Já, ég skilði þér. Ég ætla alveg að hella vel í mig og ég ætla að henda mér á bak og allt svoleiðis þegar þau eru sofnuð en ég verður bara rólegur. Það er róleg helgi Brjánur Breka. Já, svona eins róleg og helgi og það mín að verða. Já, ég skilði. En vissur það að Hommar segja ha? Ha? Ég sagði vissur að Hommar segja ha og þú náttúrulega sagðir ha? Já, ég veit. Gilsari! Gilsari, hvernig var þessi? Þetta er mjög góður, mjög góður. Og nú varst það frábært, það er gaman að heyri þið, Brján. Snillingur. Gaman að heyri. Snillingur. Glæsilegt, gaman. Já. Snillingur. Frábært, gaman að heyri þið. Já, bye. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock KFC frumsýnir nýjan rétt, Sweet and Fire. Bragðmikill borgari með krassandi sinnepsósu og Too Hot for You sósu. KFC, svo gott. Túborg kynnir Eistnaflug dagana 8. til 11. júlí í Neskaupstað. Nánari upplýsingar á eistnaflug.is. Ekki vera fáviti og mættu á Eistnaflug. Túborg, léttöl. Lotto 12 points, Le Lotto 12 points. Eurovision bótturinn stefnir í 22 milljónir. Lotto, leikurinn okkar. Það er löng helgi í Keiluhöllinni í Egilshöll helgina. Frá 19 til 1. Nei, segðu frá 7 til 1. Frá 7 til 1 fá allir með aldur 2 fyrir 1 á öllu á barnum. Nei, segðu þá af öllu á barnum. Hvað ætlar að hafa þetta langa auðlýsing? Bara það sem þarf. Þetta þarf að komast að skila. Öllu á barnum. Akkurat, brakandi ferskur matseðill í fullum gangi og gleymum ekki síðan að við bjóðum fría rútuferðir niður í miðbæ. Akkurat, það mætti halda drykkjufélagina eftir við Keilu-vandamál að stríða. Hvað við? Þetta er bara eitthvað sem ég las á netinu. Ok. Keiluhöllin Egilshöll. Slæmudagur í Keilu er betri en, góður dagur í vinnunni. Ekki lyfta of þungu. Ekki lyfta of léttu. Ekki lyfta úti. Og sama hvað gerist, ekki gleyma að líkaminn þarf hleðslu. There's only one American bar in Iceland. American Bar Reykjavík. Flott föt, frábært verð. FNF Kringlunni, Spönginni, Skeifunni, Garðabæ og Akureyri. Mætilboðin í 10.11 eru vorbóðin ljúfi. Nútravín á íste á 299 krónur. Vítal hlaup á 149 krónur. Nivea herrakrem á 799 krónur. Og Mix hálfur lítir á 2 fyrir 1 tilboði. 10.11, fljótlegt og þægilegt. FM 95 Blö, Bornin á borð. Glóðargrillaðir af hamborgarafabrikunni. Já, þeir eru að hlusta á FM 957, það er sól, sumar. Sól, sumar og stuð. Það er létt yfir öllum. Já, menn eru alveg rosalega ljúfir. Menn eru komin með voru í punginu. Svaðaleg helgi framundan. Já. Býttu, hvað er það að tala um það? Það verður hvít, ég vissi þetta ekki. Frí á mánudaginn líka. Já, þetta er eitt af þessum hættulegu helgum. Já, þetta er Station helgi. Þetta er Station helgi, maður. Við erum ennþá eftir að heyra hér í Gunnþóri, styttist í hann. En áður fyrir mig hann, þá var ég að spá að henda í Sturla staðreyndir sem eru búin að sitja á hakanum að búin svo mikið að gera. Nákvæmlega, og þetta er náttúrulega eitt sá virtasti dagskrárliður sem bara hefur verið fundin upp í. Já, við getum ekki sleppt Sturlum. Það er ekkert að hlaupa yfir það, nei. Nei, svei mér þá, en ég ætla að byrja hér á fyrstu. Já. Og hún er svona að ofhugsa hlutina hefur sömu áhrif á heilan og geðveiki. Já. Þú ofhugsa hlutina. Ég á það til, já. Ég á það alveg hrikalega til. Það er bara einn stærsti galli. Myndirðu að halda að við værum geðveikir? Já, sko, ef við ofhugsum of mikið þá reynir þetta á að sama á heilan, sko. Já. Þannig að það er hættulegt. Það er hættulegt að hugsa, það er raunni hættulegt að ofhugsa á hlutina. Já, ég er líka að reyna að minnka það. Sérstaklega blöðarinn, sko. Það er mjög slæmur í þessu. Já, ég er stundum komið svo langt í ruglið að
ég bara man ekki eins og hvað ákvörði ég byrjaði þegar ég var Já, það farin að koma svona mörg ef, ok, og ef þetta og þetta gerist og þetta, en ef þessi var að fylgjast með því og þess að skrifa þetta á Twitter, ok, byrju því það þá en ef þessi sér það þá og ég þekki og þetta viðbjöður. Stundum er kannski bara allt í lagi að bara bíða og Já, bara taka sveppa át og vera bara drullu sama. Já, einmitt. Man þarf að taka það, eins og þegar við lentum í það besta dæmi. En hann er alveg fróðandi geðveikur samt. Sveppurinn? Já, Sveppurinn topp maður. Ég man, sko, þegar við lentum í dæmi með eina barða á sínum tíma, það var allt vittlust á netinu. Já, ég man eftir því. Og kommentakerfið DFF að gjössanlega að myrða okkur. Já. Þá hringdi ég Sveppa, þá var ég staddur út á Spáni og ég var búinn að lesa þetta kósveittur, sko, bara leið ekkert smá illa. Mamma búinn að heyra í mig, það verið að segja hræðilega hluti ykkur á netinu. Þú hefur ein taugarhúð og jafnvel verið smá lítill í þunnur, hefur kíkt á disco kvöldin áður. Ég hringi Sveppa, varstu maður að lesa þetta? Nei, hvað? Varstu ekkert búinn að fara inn á? Nei, ég bara, ok, það er verið að þvílítið er allt brjálaðað niður þessu. Hver er mér ekki drullu fucking sama? Ég bara, já, ok, frábært. Næsta, Van Damme lærði ensku með því að horfa á Flintstones útskýri margt. Já. Hann er nú ekkert sá. Jú, er hann ekki ágættur í ensku? Já, mjög fín ensku í dag. Van Damme, strákar, þetta er einn af þeim. Hann var alveg grjótharður. Bloodsport-maður. Já, hvarf. Hann er kominn aftur. Er það? Var það ekki bara í Expendables? Nei, hann er mættur aftur. Rólur. Hann kom aftur með Er það að segja mér að það sé verið að auglýsa núna kannski einhverja mynd, myndur fara á hann í bíó? Nei, ég meina, sást ekki Volvo-ölsinguna? Jó, hann var eitthvað rosalega þar. Já, ef það kemur ný mynd með Van Damme, þá væri ég farin á hana. Ok. Barack Obama, Bandaríkjaforseti, bekkjar 110 kíló. Og hann vil meina hans eini fórseti sögun þar í Bandaríkjum sem bekkjar yfir 100. Bill Clinton hefur tekið svona 30, hann hefur tekið stöngina og kannski á góðum degi eitthvað smá drasla á hann. Ekki mikið meira. Og hvað, Ronald Reagan og George Bush voru ekkert að bekkja 50. Þetta eru bölvaðar auðmikið sem að vera. En málega sko, ég trúi þess ekki. Ég nokkuð vissum að Óla Ragnar Grímsson taki svona 160-70 kíló. Heldur Óla Ragnar Grímsson bekki 100 kíló? 160, vil ég segja. Getur ekki lift súkulest ekki. Hann enn var hrikalur. Nei, hann er Þú séð hann bera nóg hann eða? Hef ég séð Óla Ragnar bera nóg hann? Nei, ég hef ekki gert það. Hefur þú gert það? Ég séð hann. Nú, hvenær? Bara daginn. Hvenær sást þú hann bera nóg hann? Bara niður bæ. Bara hvenær? Já, bara fyrir utan Kaffi París þegar það var sól. Bara fólk var að tana eitthvað niður bæ og eitthvað. Hann var að chilla. Var hann á dælinu eða? Kindum líður betur í kringum fólk sem brosir og spotta tilfinninga fólks. Þannig að verið þið glöði í kringum kindur. Það er bara öll dýr. Bara kindur. Finnaður út í góðu skapi. Já. Fínt að nota það. Svo þessi finnst mér mjög grilluð. Það var maður í Kóreu sem var drepinn af lifandi kolkrabba sem hann kyngdi. Kolkrabbinn réðst á innanverða hálsinn á honum og kæfði hann. Já. Ég fór bara að hugsa hvernig átt hann. Já, þeir eru nefnilega svolítið í því að vera að geta lifandi drall sko. Já. Þú varst bara út í þessu. Já, ég er alfarið á móti þessu. Allt sem á að vera sett á diski fyrir fram með þá er það dautt. Það er svona helst, já. Það er ekki. Jú, það er bara hann. Svo er það næsta. Bob Marley, hann var jarðaður með gítarinn sinn, biblíu og jónur. Já. 5 uppáhalds jónuna sínar. Já. Hvað myndið þið vilja láta jarða ykkur með? Já, það er nú góð spurning. Það er nú ekki flókið að þér, eða ekki bara eitt fleigur, einn blár salem og klámtímaritt. Það er ekki góð. Nú, hvað er klukkan? Ég hugsa ég hætti fyrir þetta. Klámtímaritt? Ég er þess að burger frekar. Já, kannski eitthvað góð. Jarða mig með bara katttímaritt. Eitt singer eða eitthvað? Nei, hvað er þetta með? Þú veit, old school eða eitthvað klámblad. Hvað myndir þú taka? Ég er bara farin að panika. Ég veit það ekki. Anadrólsbrautu. Næsta 42% fólks á Tinder er á föstu samkvæmt einhverjari risakönnun. Þetta er svona lið sem er bara svona ég ætlaði bara að tjekka á þessu. Það er sér stemningur í þetta. Gott að vita. Ég ætlaði bara að skoða þetta, allir að tala um þetta. En bara mínir singulvinnur inn á þessu. Það er nóg að gera það. Svo er kannski einhver sem er singul inn á þessu. Akkur þú ekki inn á Tinder? Það er nú að fugsa þessu allt eins og fyrsta staðarindin var. Ég get ekki verið þarna inni. Nú, akkur getur ekki verið þarna eins og allir aðrir? Ég veit ekki eitthvað svona, ég veit ekki. Nei, akkur finnst þér aðstæðanlegt? Egil, veistu hvað, Egil, við búum bara til Tinder fyrir hann. Já, ég er til að gera það. Hendum bara til Ef ég gerir login fyrir þig, ég fer að vinna í þessu, ég bókaði niður, bara sammeilegt dagatal, kannski bara þriðjudagur klukkan 9. Það verður nóg að gera hérna inni. Ég er góður, allir ferskir. Ég get séð bókaðin og ratapakkun, ég gera neitt með bara heima. Dagurinn sem þú sér Tinder, reikningi minn Egil, er dagurinn sem frýs í helviti. Það mun aldrei gerast. Ég held ekki að bókaði það væru einhverjir geðsjúklingar að banka. Ég bókaði bara í kvöld. Það er til fullorðið fólk í Asíu sem fyrir meðferð vegna Hello Kitty. Já, það er Hello Kitty fullorðið fólk. Það er ekki hvað er að gerast. Það er eitthvað að gerast það sko.
Anskotin að heyra þetta. Hvar er Kalli? Hann meðferð, nú hvað hann að byrja að drekka svona. Nei, hann var búin að eyða öllum peningum sem í Hello Kitty, stenguföt og bangsa og eitthvað. Þeir eru alveg klikkaðir sko, margir að það. Þetta er rosalegt. Þetta er ekki hægt. Svo er það hér, samkvæmt könnun er næststærsta langvinsalegt. Samkvæmt könnun er langvinsalegt roleplay kvenna að fá maka sinn sem slökkvilismann. Já. Þetta er þetta gert í Bandaríkjunum. Það er engin sjokker sko. Nei, líka slökkvilistýrkunin er miklu meir í Bandaríkjunum heldur en okkur á Íslandi. Þá er ég ekkert að gera lítið úr íslenskum slökkvilismönnum. En eins og eftir 9/11 og allt þetta og backdraft og þessar myndir í Bandaríkjunum þá vilja allir vera svona, veist. Hérna heima er þetta svolítið, þetta snýst svolítið bara að bjarga ketti. Nei, reyndar svo má ekki gera lítið úr starfið þeirra. Nei, alls ekki sko. Þeir eru ekki, þú veist, beru ofa með slönguna að taka eitthvað þvílíkan eld. Það eru flottari búningar líka í Bandaríkjunum hérna. Já, náttúrulega þetta daginn hérna í skeifunni og svaðbrunni, þetta detti inn svaðbrunni, en svona, þetta er aðeins öðru í þessu. Með svona roleplay, ég hef alltaf gískað á slökkvilismann, löggu eða lækni. Já, læknirinn, hann ekki, ég hugsa hjúkan sé vinsæl. Já, hjúkan, já. Og svo er það hér, síðasta áþófóbía er hræðsla við blóm. Já. Ef þið eru hræddir við blóm, drengir eða hlustendur, þá eru þið með áþófóbíu. Og þetta er ekki grótharður og hræddur við blóm. Nei. Þetta er mjög döpur hræðsla. Já. En minna þú veist, það er samt alltaf svo mikið kjaftaði á þeim, geitungum og bíflugum og skítrættu við þetta. Ef ég sé eitthvað blómabæð, ég er alltaf hringi kringu. Ég er með reyndlega geitunga. Já, og svo er ég með síðustu stjórnlegu staðinn dagsins og hún er fótboltatengt. Giftar konur setja Cristiano Ronaldo og Robin van Persie sem svona sitt aðal fling eða mættu að halda framjá. Já, Persie með það. Já, Robin van Persie og Cristiano Ronaldo. Þarna finnst mér svolítið svo leiðilegt að heyra þetta. Ég er mikið Persie maður líka. Ég hefði alltaf gískað á annarkot Andy Cole eða Alan Shearer þarna. Já. Ég hefði alltaf gískað á. Ég held að sé svona að vinna með eitthvað sem er alltaf í boltanum. Andy Cole. Andy Cole, hann var alltaf langestur þarna. Hann er nýdóttinn að lista. Hér er þetta smá stund stuðlagið, en hér er reyndar annað mjög. Nei, herru, við um Gunnþór eftir, við missum að stuðlagið í dag maður. Þetta er reyndar stuðlagið. Fram að byrjun. Mér sveltist á FM 95 blöð með ykkur, ég er á þessum fanta fína. Mér sveltist á maður. Sorry, Pétur Jóhann, í allir í sinni mynd, svona er hann. Nánast dáinn, mannlegur. Þetta myndi aldrei gerast ef að Pétur Valmundar ef að hann væri með ykkur, sem að er hérna alltaf. Pétur Valmundar, hann er með ógeðslega flotta rödd. Já, topprödd. Þú ert með fína útvarpsrödd, Pétur. Fína útvarpsrödd? Já, það er enda rétt fyrir. Þú ert með útlit fyrir útvarp. Með útlit fyrir útvarp. Nei, þú ert með útlit fyrir sjónvarp, en það er komið að dagskrálið hér núna í FM 95 blöð sem að ég er búin að sakna. Já. Og það er toppmaður, hann heitir Gunnþór. Já, hann er búin að Nei, ég er búin að gleyma honum. Hann er þarna. Já, hann er alltaf brjálaður í allt og alla og vill vita hvað að gera fyrir fólki í landinu. Hvert ætlum við? Hvert langar þið að láta hann hringja núna? Við erum að fara að hringja heim. Heim? Já, þetta í mömmu? Nei, kaupfélag Skagfirðinga. Yeah! Nú erum við báðir Skagfirðingar. Og það er búið að vera einhverja fréttir kaupfélag Skagfirðinga í fjölmiðlum og þetta er akkurat eitthvað svona sem kveikir í Gunnþóri að sé eitthvað partí hérna og mafía og eitthvað. Já, einmitt, það hafa verið að tala um að þetta veri síkilega í Ísland. Já, eitthvað pistill eða eitthvað. Þannig að það kveikir í Gunnþór og vill ekki bara Gunnþór heyra í kaupfélaginu? Þetta er nú meira sjúkin og svínari. Já, reyna að heyra jafnvel í kaupfélagsstjóranum eða eitthvað. Er ekki höfuðstöð þarna á Sauðárkróki? Já. Wow. Þess að segja, við erum að hringja heim. Þetta er tilbúin? Ég er ekki viss maður. Hvað er Garðar? Já. Nú byrjuð það. Kaupfélag Skagfirðinga, góðan dag. Já, Bjarni Marónsson, er hann við? Ég er ekki með neitt númer hjá honum. Er hann ekki þarna? Væntanlega upptekinn í einhverju öðru? Hann er í annarri vinnu, sko. Nú, annarri vinnu, já. Hann er bara stjórnarformaður og mætir hér á stjórnarfundi, sko. En ég get gefið það. Eflaust í einhverju partíinu núna? Drekkandi kampavín og reykjandi vindil? Það sé ekki það sem hann er að gera. Já, er einhver annar þarna sem ég get talað við? Margrét. Já, góðan daginn, ég var að reyna að ná þarna í hann Bjarni Marónsson. Já. Og hún segir mér að hann sé ekki við. Hann er ekki hér að staðaldri, sko. Nei. Mér var sagt að hann væri þarna. Þannig að
En hvernig get ég þá náði hann eða einhvern sem er einhver annar þarna í svipari aðstofu og hann? Í hvað samband þetta? Já, ég bara þarf að ræða við eitthvað sem getur svarað mér. Sem getur, ég vil bara fá að vita eitt og annað. Akkurat. Og það sem að maður að lesa í fjölmiðlum að þetta sé bara einhvern skálkaskjól þetta fyrirtæki. Ég vil bara fá að ræða þarna við menn. Já. Sviki og Svínarið, maður búin að fá nóg að því. Og hvað ætla hann sé þessi Bjarni? Er hann núna hellandi yfir sig einhverju freyði vinninu? Nú bara... Akkur er hann ekki á svæðinu? Hann er ekki hér sem sagt dagstælega, sko. Nei. Hann er stjórnarformaður. Já, þetta lítur að vera þægilegt líf. Það þykja laun fyrir það og svo er maður bara einhver staðar annar staðar. Og hvað ætla hann sé að gera í einhverju partíu væntanlega? Með kettlingar á báðar hendur og ég veit ekki hvað og hvað. Maður þakka fyrir að manni sé svarað orðið. Og við hvern get ég talað á? Er kannski bara of mikið partí í gangi? Getur fólk ekki orðið svaraði símanna því að það er svo mikið partí? Hvenær á svo að gera eitthvað og við, fólki í landinu, vinnum baki í brotnu og fáum valla krónu fyrir? Og svo eru þið bara. Það vantar ekki. Vantar ekki partí og gleðina þarna megin. Halló? Halló? Já, bara lagt á, mann. Lagði bara á. Hvað, ætlum sé fyrir löngu búin að leggja á? Nei, hún var bara að leggja á núna. Já, hérna hér. Ég trú ekki. Reynum aftur. Já, getur Gunnþór hringt aftur? Já. Kaupfélag Skafringa, góðan dag. Já, ég var að tala við ykkur áðan og það er bara lagt á, mann. Var lagt á þig? Já, það er vantalega augnas að hefur engin tíma til að tala við mig augnas að partíið er yfirstandandi og allir frussandi yfir sér freyði vinni þarna. Og allir með öllum. Ég vil bara fá að tala við ykkur sem getur svarað fyrir það sem maður er að lesa í fjölmiðlum. Já. Þetta fyrirtæki. Þetta sé bara mafjósa starfsemi þarna. Svo vinnum maður baki brotn og fyrir hvað? Hæ? Þú kannski kynnir þig þá með nafni, þannig að það er eftir að koma þér eitthvað á. Já, Gunnþór heiti ég. Gunnþór? Já. Fyrir hvernig eftir að hringja? Ég er marg búin að segja það. Ég vil tala þarna við eitthvað sem getur svara fyrir það sem að maður er að lesa í fjölmiðlum. Hvort að þetta eigi við ykkur röka styðjast. Eða er fólk þarna allt og upptekið í því að partíast og vera allir með öllum og hellir sér freyðivinni og borðandi rándýrt belgískt súkkulaði og reykjandi einhverja rándýra vindar frá kúpu. Hæ? Hvað sagðirðu? Hvað sagðirðu? Við fengum það var lagt aftur á Gunnþór þarna. Þetta var Pétur Jóhann Sigfússon tekið undir í dag og hann ringdi í Kaupfélag Skafringa. Við náðum öllu Gunnþóri og klukkan er 1 mínútu í 6. Já, nákvæmlega. Það er eitt sem glemtist. Það er eitt sem glemtist og ég er nú nokkuð feil. Nei, ég er nefnilega. Nei, ég er með enn eina ferðina. Já, það kemur ekki orð. Býttu trúðu mér ég mun bæta þér upp. Þú ert eftir að heyra síðasta lag dagsins. Ok. En, já, nú er... En þetta maður gefa eina meisturinn manna sem voru að senda myndir inn að það var að velja sigurvegara. Við erum bara að velja sigurvegara, þú ert með hann. Já, 2 meistarar, 2 vinnumenn. Minnum að sjálfa mig þegar að vinna lagar. Vinna lagar, er þetta ekki 2 sjómenn? Sjó? Jó, basically sama vinnan. Aðeins harðara? Þeir eru í pollagalla með headphone, ég var nákvæmlega þannig. Og þeir eru 2 sjómenn, grjótharðir. En hlustendur átt að senda mynda Hilmir Óla, það séu við erin. Hilmir Óla. Blöð, þeir eru að fara á Hamborgarfabrikuna að fá þar partybás og í Keilu og ég minna á talandi Keilu það er opið til 1 núna fyrsta lögðardag og sunnudag það er 2 fyrir 1 á barnum í Keiluhöllinni og rúta sem að skutla liðinni í bæ klukkan 11, 12 og 1 því líkur helvitis lúksusmaður og allir með öllum og sullandi kampavín Freyðin og borðandi eitthvað belgísk konfekt þetta er svolítið henduðu pakki fyrir sjómenn að vinna þeir eru bara nýkonur í landmaður og beint af fabrikuna og beint í Keilu þeir þrykki í sig og hvernig er svo helgin, Eurovision helgin hjá okkur meistur? Það er brjálega að gera maður. Ég verð á Hendrix á laugardaginn og í gamla kaupfélaginu upp á Akranesi. Já, laugardaginn líka. Þú líka, auðvitað. Við kynnir þar. Já, mikil stemning. Þessi stemning verður þetta maður. Og svo erum við líka veislustjórar á Bónus. Það er stemning. Það er brjálega að gera maður. Ég er nú bara einu stað. Selfoss. Það er Selfoss. 1-2 Selfoss með Þórði Granna. Já, Lókur. Já. Það er nóg að vera. Og já, við sjáum vonandi bara sem flesta á Hendrix og svo á kaupfélaginu. Ekki spurning. Og á Selfossi að sjálfsögðu og Egill, af því að þú fegst ekki stuðla í dag, hlustaðu nú, þú getur ekki farið fúll inn í helgina. Við heyrumst næsta föstudag, þökkum öllum fyrir hlustunina í dag og hér er loka lagi.
Ert þú með bókað frí á mánudeginum? Því stærsta rappljósveit 10. áratugurins Wu-Tang Clan mætir í Laugardalinn á Secret Solstice 19. til 21. júní. Fleiri sem koma fram: FKA Twigs, Kelis, Gus, Ham, Enzimi, Hjálmar, Valdimar ásamt 150 öðrum listamönnum. Í 1 lítra af Floridana Goji eru 72 ný pressu Goji ber. 72!